Ég bjó lengi í Vesturbænum og mér fannst einhvern veginn, það var svona þegar maður er munstari í Vesturbænum þá einhvern veginn fær maður svolítið skilaboðum að þú átti ekki að fara úr Vesturbænum, það er bara besta hverfið. En svo einhvern veginn gátum við ekki stækka við okkur þar og komum hingað hjónin með börnin og svo þegar við vorum flutt hingað þá var ég algjörlega samfara, jú Vesturbærinn er ágætur en ég hérna ætla ég að vera sko for life. Ég bý líka á móti hérna eldri borgarablokkunum, þannig við sáum bara fyrir okkur þegar við erum hætt að búa þarna í Hæðigarðinum þar sem við búum þá förum við þarna yfir þannig að þetta verður algjörlega for life. Þannig ég tengi mjög sterkt við þetta. Síðan fengum við íbúðaráðinu mjög áhugavert áhugaverða kynningu í gær. Við heldum fund ráðsins í gær. Þá fengum við kynningu á hverfaskipulaginu sem er alveg gríðarlega áhugavert. Og það var hann Ævar Harðarsson, arkitekt og deildarstjóri hverfaskipulagsins sem fer yfir það, samráðu við gerð hverfaskipulags fyrir háleitu bústaði því að þetta er kjarnin í hverfaskipulaginu er nefnilega sá að þarna hafa íbúar sett sínar hugmyndir í púkið og síðan er það mallar það hjá borginni og síðan sem sagt endurspeglar hverfaskipulagið þessar hugmyndir íbúana og svo var það Ragnhildur Skarphéðinsdóttir landslagsarkitekt og ráðgjafi hverfisskipulag sem á ég kannski falin gimstein. Víkingur eru þetta íkon í hverfinu, það þarf ekki að tala meira það, allir spennti fyrir laugardeginum og svona. En það er Björn Einarsson, formaður Víking, sem ætlar að tala þjónustunni í hverfinu okkar, þegar við erum að gera rosalega góða hluti núna í háaleitinu og ég heyri nú ekki nema góðar sögur frá foreldrum þar og síðan kemur að seinni hluta fundarins og það eru fyrirspurnir íbúa sem að taka svo við að loknum erindum. En ég ætla bara að segja máli mínu lokið og bý borgarstjóra upp á svið. Með ykkur, ég ætla að vera hérna með skilst mér og það er nú stundur sagt að heimskur sé jafnan höfuðstór og við erum í áhættuatriði hérna með þessa spöng, ég veit ekki hvort það heyrist yfirleitt í henni. Heyrist nægilega líka hérna aftast, mjög gott. Ég ætla að byrja á því að þakka fyrir frábærar móttökur í hverfinu. Ég sem sagt flutti skrifstofuna mína í hverfið fyrir tæpri viku síðan. Það er hugmynd sem að Jón Gnarr reið á vaðið með þegar hann flutti skrifstofuna upp í Breiðholt og á síðasta kjörtímabili þá tókum við þetta upp og fórum í öll 10 hverfi borgarinnar og ég var ástfanginn af þessu formi vegna þess að það bara gefur mjög mikið að fara út. Ég heimsæki skólana, hitti foreldrafélögin, starfsfólk borgarinnar á vettvangi en líka ýmsa starfsemi sem ýmist gefur sig fram eða er einkennandi eða spennandi vegna einhverja breytinga einhvers yfirvofandi. Og þetta hef ég gert núna í þessari viku í háleitu bústöðum. Þessi rúndur átt að byrja fyrir 2 árum en er eitt af því sem hefur frestast út af COVID. Þannig að við munum fara núna í hvert hverfi á fætur öðru í vetur og kannski þéttar en vanalegt er. En mér fannst einhvern veginn nauðsynlegt þó að samskiptaleiðir borgarbúa séu orðnar ótalmargar við borgina og stjórnsýsluna að hérna áður þá var opinn hverfafundur borgarstjóra eina fáum leiðum fyrir utan bara svona hefðbundna viðtalstíma til þess að heyra af því sem væri í gangi og við höfum þess vegna haldið í þessa hefð og mér finnst mætingin hér benda til þess að það sé bara býstna góð ákvörðun. En hvar erum það bara svona stödd í tíma og rúmi almennt, bara örfá orð stöðun almennt. Við datt í huga sýningu bara daglega postinn sem að ég fæ frá framkvæmdastjóra almannavarna sem er slökkvilistjóri. Það er reynda núna búin að vera jarðskjálftarnir í Keili jafnframt en svo fáum við bara COVID-tölu dagsins. Og svona er þetta búið að ganga fyrir sig núna í meir en 1,5 ár. Að við erum að taka bara daglega stöðun á COVID
og ég ætla að leyfa mér að segja að þessi hverfaheimsókn marki þá svona einhver tímamót í því að núna erum við að hætta að horfa fyrst og fremst á þetta þegar við erum að hugsa starfsemi borgarinnar og getum farið að ræða og hugsa til lengri framtíðar og gera lengri plön og í stóru myndinni þá mjög margt sem að ganga vel og í rétta átt og ég ekki bara að tala nýverið, þetta svona almennt. Við getum talað unglingan okkar, við erum að ala upp efnilegustu kynslóð allra tíma. Þetta 2 áratuga þróun varðandi neyslu eiginlega gagnfræði deildana, unglingadeildana á áfengi, tóbaki og fikt við vímuefni. Við fórum frá því að vera sú borg sem var verst í Evrópu, að vera best í Evrópu, það núna verið að breiða út þessa aðferðafræði í tugum borga í Evrópu, Ameríku og víðar. Við sjáum það líka ef við horfum á hluti eins og kynbundinn launamun og ef það við áhuga á þróun mála hjá borginni þá erum við í auknum mæli að setja alls konar tölfræðigögn og upplýsingar út. En það sem ég bjóst við kannski fyrir hálfa ári að yrði stóra máli á þessum fundi og allan þennan vetur að það atvinnuleysi og afleiðingar þess, en við sjáum að það að ganga býsna hratt niður og það sérstaklega mikið fagnaðarefni vegna þess að við vitum að atvinnuleysi fylgja ýmsir hlutir. Og hvers vegna þetta gerast? Jú, COVID að létta og lykilþættir í atvinnulífinu sem að hafa orðið fyrir bylmingshöggi vegna COVID, þeir heldur að rétta úr sér. Það athyglisvert maður skoðar það bara beinlínis. Þetta hótel og gistinætur, samanburður síðustu 10 ára og við sjáum hvað þetta fer ótrúlega mikið niður í fyrra. En þetta bara ágústtölurnar núna 2021 og við erum komin upp í 2016 það bil og nokkrir mánuðir eftir. Ef við horfum á höfuðborgarsvæðið þá myndin ekki alveg svona björt og að hluta til það vegna okkar höfuðborgarsvæðisbúa sem höfum verið að fylla hótelinu og landsbyggðinni allavega yfir sumartíman í sumar og í fyrra. Þannig að það skiptir máli í þessu, en þó sjáum við hér á höfuðborgarsvæðinu að þá erum við svona í 2015 tölum. Við vorum í 2016 tölum, fyrir landið allt, 2015 tölum og þetta á eftir að hækka fyrir mánuðina sem eftir Ef við horfum á Reykjavík og þróun bara á mjög grófri nálgun sem bara fjöldi íbúa, og þá sjáum við að við fórum úr því að vera í nokkuð jöfnum takti og það nánast lá við fækkun hér eftir hrun. Síðan fór smá að herða á fjölguninni og í takt við aukna húsnæðisuppbyggingu sem hefur slegið sögulega öll met síðustu 5 árin, að þá okkur að fjölga mjög hratt og miklu hraðar heldur en okkur hefur fjölgað að meðaltali frá 1960. Frá 1960 þá fjölgaði hægar í Reykjavík að meðaltali heldur en í nágrannasveitarfélögunum, en undanfarin ár höfum við verið jafn þeim og herri í íbúafjölgun, líka hlutfallslega. Og þetta vegna þess meðal annars að það verið að byggja alla borg og mismunandi litir vegna þess að þetta fjölbreytt húsnæði. Þetta á vegum einkaaðila, þetta á vegum óhagnaðardrifinna félaga, þetta á vegum aðila sem að byggja fyrir eldra fólk og stúdenta og svo framvegis. Og það víða verið að þétta byggð en það að gerast að segja má í öllum hverfum. Við verðum með opinn fund húsnæðismáli fyrir áhuga fólk það, sérstaklega núna bara í lok mánaðarins og þá uppfærum allar tölur og setjum heimilisföng á alla þessa bletti. En hvernig brugðumst við þá við COVID og þá ég ekki að tala sóttvarnaraðgerðirnar. Reykjavík og borg einsetti sér að reyna að bregðast rétt við efnahagslega áfallinu sem var þá að halda sjó í rekstri og fjárfesta meira heldur en áður til þess að við kæmumst hraðar út úr þessum samdrætti og við einsettum okkur að fjárfesta í því sem myndi skila okkur fljótar inn í framtíðina, græna framtíð. Þannig við vorum með annars vegar efnahagsmálin og hins vegar loftslagsmálin og grænumálin á radarnum þegar við settum saman græna planið
sem var til skamstíma, það var fjárfestingaátak A-hlutans, þar segja borgarsjóðs og fyrirtækin okkar til næstu 3 ára upp á 175 milljarða. Þannig að á 3 árum ætlum við að fjárfesta meira nokkru sinni fyrr til þess að koma okkur eins hratt út úr þessu og hægt er. Við erum að horfa líka á mjög öfluga íbúðauppbyggingu til að styðja við þetta. Við erum að horfa á samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins sem er gríðarmikið plan til 15 ára og á að stuðla því að samgöngumynstri breytist í borginni. En við erum líka að vinna að klasamyndinu í atvinnulífinu, þekkingarhagkerfið, skapandi greinar og svo framvegis. Og það er undirliggjandi stefnumörkun í þessu. Við hertum á aðgerðum í loftslagsmálum, við vorum að samþykkja lýðheilsustefnu og þannig mætti áfram telja fyrir utan grundvallarstefnurnar eins og menntastefnu og velferðarstefnu sem líka eru báðar nýjar. Og ég get ekki farið ofan í þetta í smáatriðum, en það er hægt að kynna sér þetta á glöggan hátt inn á heimasíðu borgarinnar fyrir þá sem að vilja fara dýpra ofan í einstaka þætti. En þarna erum við í fyrsta skipti að í raun gera fjárhags- og fjárfestingaáætlun til 10 ára. Við erum að fjárfesta í innviðum og hlut af þessu er að við erum að leggja meiri áherslu á eldrahúsnæði í eigu borgarinnar og erum að efna til átaks í viðhaldsmálum. Auðvitað eru stórir undirliggjandi fjárfestingaþættir sem kom ekki að öllu leyti fram í þessum tölum og er í samstarfi til dæmis við ríkið eins og samgöngusáttmálinn og hann verður mjög fyrirferðarmikill bæði í bara borgarumhverfinu og í framkvæmdum á næstu 15 árum og í tengslu við hann verða mikla breytingar því við sjáum fyrir okkur að þar sem við verðum með hágæða almenningssamgöngur að þar verði sérstök áherslusvæði í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Ef við horfum á þetta svona nær heimilunum að þá munum við líka sjá allskyns umbætur, til dæmis í meðhöndlun úrgangs. Við erum að hefja innleiðing og sérsöfnun lífræns eldhúsúrgangs og fyrstu brúnutunnurnar eru komna núna í Árbæjarhverfið og við erum með svona í raun fjölbreyttar lausnir, mismunandi tunnur þar sem heimilin geta flokka betur og núna lífræna strauminn líka. Og þetta mun vera innleitt í áföngum, verður valkvætt til að byrja með, en við vitum að það er búið að samþykkja lög í landinu það að það verði skylda frá og með 2023 að flokka lífrænt og borgin er á undanöðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu í að innleiða þetta en þetta er sannarlega framtíðin. En þetta er nú fyrst og fremst fundur sem á að horfa á háaleiti bústaði og fókusar á það og það er mjög mikið undir og þess vegna hleypir svolítið hratt á þessum glærum en hendi ekki mörgum þeirra út því að þarna er ýmsar upplýsingar sem að fólk gæti haft gaman af að setjast yfir eftir fundin og þetta verður allt saman sett á vefinn hjá okkur ásamt upptökur frá fundinum. En þessi borgarhluti, við orðum það þannig að það megi segja hann skiptist í nokkur hverfi, Mýra, Múla, Leiti, Kringlugerði og Fossvog. Einhverjum myndi kalla Blesugróna kannski sér hverfi en hún er þá höfð hér með Fossvogi. Það eru 15.692 íbúar í þessum borgarhluta þegar við töldum síðast, sem var kannski það bil síðustu mánaðamót, og 6.607 íbúðir. Ef við aðeins speglum þennan borgarhluta í meðaltali borgarinnar í heild, þá sjáum við að þeir aldurshópar sem eru óvenju, ef að segja fámennir, er svona kannski ungt fólk. Þetta er svona miðbygg, 20 til 40 ára. Þar er, og aðeins lengur, þar er aðeins færri en annars liggur þetta nú nokkuð vel í meðaltalinu. Og svo er áberandi mikið af töluvert gömlu fólki. Það er greinilega mjög góð staðsetning fyrir þá sem vilja lifa lengi að búa hér og til hamingju með það.
Hverfið 4,5 ferkílómetri, það mikið af leiksvæðum, þau eru 27, það eru 100 kilometrar af göng- og hjólastígum, 139 bekkir og 116 ruslastampar. Fólki finnst svolítið skrítið að við séum að telja þetta, en mér finnst skipta máli að bekkjum sé að fjölga í borg þar sem fólk að eldast, og þess vegna fylgjumst við með því hvað eru margir ár frá ári. Því ef við viljum aldursvenna borg, þá skiptir miklu máli að geta hvílt lúin bein reglulega, þannig að þú komist í búðina eða getur hreyft þig og svo framvegis. En þá langar mig aðeins að stikla á stóru í skóla og frístundastarfinu. Það auðvitað mjög fjölbreytt slíkt starf. Meginlínurnar eru mikil áhersla á útiveru og útikennslu. Það mjög mikið samstarf milli skólana og leikskólana til dæmis. Og það áberandi ef við skoðum ánægjukannanir að fólk ánægt með leikskólana, grunnskólana og frístundina. Það eru 622 börn í 8 leikskólum. Ég ætla ekki að nefna það alla, en við förum yfir ákveðna þætti, sérstaklega þar sem eru framkvæmdir, hérna bara rétt strax. En þið takið eftir því, það eru 96% foreldra leikskólabarna í hverfinu sem telja að barninu sínu líði vel. Og svona þjónustukönnunar spesialistar segja að, ef þú ert með mikið meir en 80, þá ert að eyða of miklum peningum í eitthvað. En þetta eru leikskólanir okkar, við viljum hafa það góða, við höfum lengi séð svona háar tölur og erum gríðarlega stolt af þeirra starfsemi. Og þeir eru meira að minna allir með stefnur og að vinna að miklu metnaði í faglegu starfi. Í grunnskólanum eru 1733 nemendur. Þar eru 87% foreldra sem telja að barninu sínu líði vel í skólanum. Ef við stöldrum aðeins meira við stefnunar sem lagðar og sérstöðu hvers skóla, Álftimeri skóli að leggja mikla áherslu á einstaklingsbundið nám, og þar erum við með Birtu sem stóðdeild fyrir 26 börn hælisleitenda. Og þau eiga það sameiginlegt að þurfa mikinn stuðning, sem þeirra hafa ekki fengið samfellda skólagöngu árum saman, og þau eru á breiðum aldri. Í Breiðagerðisskóla þar nýleg list- og verkefnaaðstaða sem eykur möguleika skólans og sveigjanleika, sem svona meiri og meiri áhersla þegar kemur að skólahúsnæði og skólastarfi. Það hafa verið mikla framkvæmdir þarna undanfarið, bæði við skólan og skólalóðina. Þarna aðsetur skólahljómsveitar Austurbæjar og auðvitað skólahúsnæði mikið notað fyrir félagsstarf og íþróttaæfingar. Fossvogsskóli, því ekki að leyna að flestir fundir þessa vikuna hafa varðað Fossvogsskóla. Ég byrjaði á fundi með teyminu sem að hanna nauðsynlega breytingar og endurbætur á Fossvogsskóla, hitti foreldrafélagið og skólaráðið þar sérstaklega, en átti sameiginlegan fund með öðrum, og það vegna þess eins og þessi salur sjálfsagt veit að skólastarfið hefur ekki verið í núverandi skólahúsnæði vegna þess að þar þarf að gera róttæka yfirhalningu. Við förum yfir það í meiri smáatriðum hér á eftir. En skólabragurinn í Fossvogsskóla til algjörra fyrirmyndar. Krakkarnir eru gríðarlega sterkir og standa sig vel á alla mælikvarða, en húsnæðið stóra viðfangsefni núna. Hvassaleitisskóli núna að stækka á eigin grunni. Við sameinuðum Hvassaleiti og Álftameri skóla tíma í Háleitiskóla. Það þótti ekki gefa nógu góða raun, þannig að þetta eru núna aftur orðnar sjálfstæðar einingar. Í Hvassaleitiskóla miðja máls og læsis og tungumálaver, og það sem breyttist líka var að eftir sem áður eru nemendur sem útskrifast úr Hvassaleitiskóla, þeir ganga fyrir inn í réttó. En núna hefur okkur tekist að breyta þessari fækkun sem við sáum ár frá ári býsna lengi í þessu skólahverfi, meðal annars með
þéttingunni á rúfreit og athugið það er ekki vegna þess að rúfreitur hafi sem slíkur fylgst af barnafólki, heldur voru bara ýmsir í hverfinu sem sáu þarna tækifæri til að minnka aðeins við sig og í staðinn kom kannski barnafólk í eldri húsin. Nú, Réttarholtsskóli sem við erum í dag og þökkum að sjálfsögðu kærlega fyrir að fá að vera í, er magnaður unglingaskóli sem er með alveg sérstaklega flott félags- og tómstundastarf. Það er að vísa í bústöðum og við höfum aðeins verið að ræða það við fulltrúa foreldra hérna í þessari viku að það húsnæði er barn síns tíma, það er gluggalaust, það er ekki aðgengilegt fyrir fatlaða og hér standa yfir gríðamikla framkvæmdir alveg á heilli álmu núna þannig að vera að gera ákveðnar endurbætur. En ég var spurður sérstaklega það í vikun og beðin að vera með upplýsingar það hvað borgin hygðist fyrir varðandi aðstöðu fyrir frístundastarf í tengslu við Réttarholtsskóla og þar eru uppi hugmyndir að byggja það upp í nánari tengslum við skólan og raun hverfa frá því að vera með það í bústöðum. Það er svipuð hugsun og við erum með niður í Laugardal í tengslu við Langholtsskóla og er að hluta til vegna félagslífsins og félagsstarfsins en að hluta til vegna þess að sérstaklega í unglingadeildunum að þar erum við meira í hópa og teymisvinnu með krökkunum og þá sjáum við að húsnæði sem að nýtist getur nýst fyrir skólastarf á daginn og þetta félagsstarf á kvöldin. Það er ekki farið í neinn hönnunarfasa með þetta en þetta finnst okkur áhugaverðar hugmyndir til að vinna áfram og er kannski svona í takt við unglingaskóla framtíðarinnar. Frístundastarfið í Kringlumýri leynir kannski á sér. Ég veit ekki hvort að fólk áttir sig almennt á því að á síðustu 20 árum höfum við farið frá því að vera ekki með neitt skipulagt frístundastarf eftir skóla á vegum borgarinnar í að vera með frístundaheimili fyrir yngstu aldurshópana allstaðar og félagsmiðstöðastarf á kvöldin í tengslu við nánast hvern einasta skóla á kvöldin. Sumstaðar er þetta saman en þetta er nánast svona og þessi starf sem hefur byggst upp gríðarlega mikið sem dæmi það eru 1000 börn á frístundaheimilum eftir að skóladegi lýkur í þessum borgarhluta og 2500 tæplega sem eru í einhvers konar félagsmiðstöðastarfi, klubbastarfi á yngstu og svo svona kvöldstarfi fyrir þá sem eldri eru. Þessa frístundamiðstöð einkennir síðan mjög mikið starf með fötluðum börnum, bæði vegna búsetu í hverfinu en líka vegna staðsetninga Klettaskóla, þannig að það er mikill styrkur Kringlumýrar. Hún í raun teygir anga sína þessu leyti út fyrir borgarhlutan líka. En frístundaheimilin eru mjög víða og merkilegt nokk þá sjáum við svona mikla ánægju með starfið þar, það eru 93%. Ef við skoðum þáttökuna hjá unglingunum að þá tengist það kannski þessum spurningu varðandi aðstöðuna í bústöðum og aðstöðun hérna kringum Réttá að við sjáum mun að í bústöðum erum 53% unglinga sem er að taka eitthvað þátt en það er hærri þáttaka í tengslu við Tónabæ þar sem Hvassheltisskóli og Álftamýraskóli sækja sitt unglingastarf og ykkur finnst ég kannski vera að þylja mikið að tölum. Okkur er þetta mjög náttúrulegt. Við notum tölur til þess að þurfa ekki bara að hafa einhverja svona óljósa tilfinningu fyrir því hvernig gangi og hvar eru viðfangsefni. Þannig að þessi tala í bústöðum styður þá við stefnumörkun í því býtu hvað getum við gert betur þarna til þess að mæta krökkunum. Nú ég segi seint og snemma að kynslóðin sem við erum að ala upp er efnilegasta kynslóð Íslandssögunar og stendur okkur foreldrum sínum og jafnvel af og ömmu þó að það sé ótrúlegt að segja það fremur og eru betri en við og það þarf ekki að hitta börn í mörgum skólum til þess að fá þetta bara mjög sterkt á tilfinninguna. Ungmennaráðin eru hluti af þessu, þau eiga sér langa sögu í Reykjavík og ganga sér út á það, fulltrúar unglinga koma saman, gera tillögur betrumbætur í sínu nærumhverfi, eiga árlegan fund með borgarstjórn og leggja fram tillögur sem er fylgt eftir. Og hér er nefnt dæmi
tillögu Sögu Maríu Sæþórsdóttur, fulltrúi ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða, sem sem sameiginlegt, fríar tíðavörur í alla grunnskóla og félagsmiðstöðva sem komin til framkvæmda. Og unglingarnir eru líka að tala aðgengismál og félaga sína sem bundin í hjólastól og þetta bara eins og hverfi mitt sem var að ljúka í dag bara liður í því að líka ala upp kynslóð sem vakandi og lítur á það sem eðlilegan hluta lífinu að vera virkur þátttakandi. Og það einn af kjarnunum í nýju menntastefnunni sem hefur kjörorðin látum draumana rætast og gengur sem þetta út á það að það sé megin markmið skólastarfs að finna út úr því með hverjum einum hverjir styrkleikarnir séu, hvað leiðir til þess að þú finnir innblástur og gleði og hlakki til að koma í skólan og getur látið þína drauma rætast sem einstaklingur og með vinnu í hóp til framtíðar. Og það heilmikil vinna núna við að innleiða menntastefnuna. Við létum ekki bara nægja að samþykkja einhver orð á blaði. Þetta voru sett upp 200 milljón króna þróunarsjóður grunnskóla sem allir grunnskóla, leikskólar og frístundabili geta sótt í og við erum að reyna líka að stuðla samstarfi milli skóla og milli skólastiga þannig að þetta snúist krakkana og hvað við erum að bjóða þeim og við erum að halda áfram í öðrum áfanga í því. Eitt af því sem hefur komið út úr þessu miklu skýrari sýn á notkun snjalltækja. Þetta svona eins og Óskarsverðlaunum, ef maður búinn að tala of lengi þá kemur eitthvað lag. En við vorum að tala menntastefnuna, við erum komið með skýrari sýn og rammautur umræðan snjalltæki. Bæði erum að ræða mikið hvort það megi yfir höfuð eða sé æskilegt að vera með síma þegar maður að læra í skólanum. En við erum líka að tala snjalltæki sem eðlilegan hlut af skólastarfi og til þess að nota í kennslu. Og við erum í risastóru verkefni sem hluta af græna planinu sem 10 milljarða fjárfesting í stafrænni umbreytingu á 3 árum. Þá ætlum við að rafvæða þjónustuna hjá okkur, ferlana, en við erum líka að auka búnaðarkaup og tölvur fyrir skólana. Og við erum í fyrstu bylgju af þessu erum við að innleiða þetta þannig að það verði ein tölva eða snjalltæki per ungling og við erum að endurreisa búnaðarbankann. Það nú ekki allir sem kannski búast við því frá borginni en búnaðarbankin sem sagt þá í raun svona verkfærakista fyrir kennara og skóla og krakkana í skólanum að búnaði sem kannski ekki til þá í öllum tilvikum í öllum skólum en hægt að sækja í og fá til sín. Og mér finnst það svolítið skemmtilegt nafn sem einhver snjall fann fyrir þessu. En þetta í raun fylgir í fyrstu bylgju sem búin að þá í raun fengu kennarar allir tölvur og núna erum við að þétta þetta inn í skólastarfinu sjálfu. Við erum líka í risastóru verkefni sem líka hluti af græna planinu og fjárfestingunni að fjölga leikskólaplássum. Á sama tíma erum við að hluta að fækka börnum í elstu hópunum til þess að minnka álag og gera leikskóla kennarastarfi meira aðlaðandi. En við erum núna á örfáum árum að fjölga plássum 1400 sem býsna mikið. Við byggumst við að þurfa að fjölga 750. En þessi íbúafjölgun í Reykjavík og þessi fækkun barna per starfsmann leiðir til þess að við erum að fjölga meira. Og þetta mjög blönduð aðferð. Við erum búin að fjölga svokallum ungbarnadeildum 31, förum í 41 eða 43 öllu heldur. Við gerum ráð fyrir að minnst 5 nýjir leikskólar opni til ársloka 2022. Og erum raunin að setja upp líka færanlega leikskóla til að elta uppbyggingu borgarinnar á næstu árum og vinna gegn því að fólk var kannski að fá tilboð pláss í Breiðholti sem býr hér. Við viljum gjarnan styðja við umhverfismál og græna lífstíl þannig að við viljum og erum að reyna að greina það hvernig plássin geta helst verið þar sem að mest þörfir á þeim. Ef við tölum að þessum þjónustu og menningu, hér erum við ekki að tala menningarhlutverk Ríkisútvarpsins, en við erum með þjónustu miðstöð okkar
í útvarpshúsinu. Þar veitt alveg gríðarlega umfangsmikil þjónusta sem við vitum oft mjög lítið af og sjáum ekki nema þegar við þurfum á hana að halda. Og það tugþúsundir fjölskyldna í borginni sem fá þjónustu frá Reykjavíkurborgi hverja einustu viku og sumir jafnvel oft á dag og hún mjög gjarnan veitt inn á heimilum og í beinum samskiptum við fólk og það mjög mikið að þeirri sérhæfðu þjónustu sem til dæmis lítur að fötluðu fólki sem stýrt úr þessum borgarhluta. Þetta hlutir eins og félagsráðgjöf, ýmis sérfræðiráðgjöf sem þá veitt á vettvangi inn í skólunum, stuðningsþjónusta, öldrunarþjónusta og heimaþjónusta og Reykjavík hefur sérstöðu á höfuðborgarsvæðinu að við erum með heimahjúkrun sem verkefni þannig að hún samþætt, hún samtengd heimaþjónustunni og verður þannig markvissari þannig að Landspítalinn getur til dæmis útskrifað veikt fólk fyrr heim í Reykjavík heldur en í Kópavogi. Það síðan þjónustu íbúðakjarnar hérna á svæðinu, það fjölmörg heimili fyrir fatlað fólk, búsetukjarnar sem flestir eru með sólarhringsþjónustu, það félagsstarf víða og þjónustukjarnar sem í einhvers konar dagþjónustu og síðan erum við að veita heimaþjónustu frá nokkrum stöðum. Það að hluta til vegna þess að á svæðinu á Sléttuvegi einstaklingar sem í mikilli og stöðugri þörf og þá erum við með kjarna nálagt því. Svo erum við með vettvangsgeðteymi, fíkniteymi og viðbragðsteymi í heimaþjónustu. Við erum að þróa mjög margt að þessu og notum eiginlega hagkvæmni stærðarinnar í því. Því að það ekki mörg sveitafélög sem væri stærri heldur en þessi borgarhluti sem þjóna líka Laugadalnum, þannig að ef við tökum þetta saman þá þetta líklega 3. eða 4. stærsta sveitafélag landsins, þetta þjónustsvæði. Bara til að nefna dæmi, Sléttan sem nýtt hjúkrunarheimili, leiguíbúðir og þjónustumiðstöð sem að við reyndar greiðum, þjónustumiðstöðuna, sem opnaði merkilegt nokk daginn sem að fyrsta COVID-smitið greindist á landinu, þannig að ykkur og öllum öðrum hefur nánast ekki verið hleypt þar inn ef þið hafi reynt að fara þangað og ég heimsótti þau þessuna til þess að fara yfir málin og hvernig við gengið, en hugmyndin að þjónustu einingin sem þarna verði opin fyrir fólk úr í raun öllu hverfinu og hvet bara fólk til að kíkja þarna inn ef það hefur áhuga á þeirri dagskrá sem þar í gangi. Ein vinsælasta þjónustustofnunin í hverfinu og eitt vinsælasta bókasafn landsins Kringlusafnið, Borgarbókasafnið í Kringlunni, og þar líka heilmiklar pælingar nýsköpun og það verður sem þetta spá í það að áður en í raun margir mánuður og jafnvel vikur líða að þá byrjum við að gera tilraunir með sólarhringsopnun, mannlausa sjálfsafgreiðslu á bókum. Og það auðvelt að ímynda sér að einhver mjög lestrarþyrstur, andvaka einstaklingur í angist sinni að vera búin að lesa allar bækurnar sína 3 svar, sprett upp á miðjanótt og drífi sig á Kringlusafnið og sæki nýju bókina eftir Auði Jóns eða eitthvað. En þetta að koma og maður svona hnykkir svolítið við þegar þessar hugmyndir eru settar fram, en það byrja að prófa þetta aðeins í Skandinavíu og með aðgangsstýringakerfi, einhverju myndavélum en fyrst og fremst þetta trausti á fólki að þá höldum að þetta geti gengið vel og opnað svona nýja möguleika og sannarlega aukið opnatíman. Nú íþróttir eru þetta gríðarlega stór þáttur í lífi hverfisins, sérstaklega þessa vikurnar, liggur við að segja. Hér sjáum við yfir gamla framsvæði verðandi víkingsvæðið í Safamýrinni og ég var í Víkin í dag. Ég ætla ekki að stela þrömmunni og dettur ekki í huga að reyna þenni frá Birni formanni Víking sem kemur hérna eftir og fer yfir þeirra mál, en ég ekki viss að allir átta sig á því að við erum búin að fjárfesta mjög mikið í Víkinni á undanförnum árum. Við erum búin að endurnýja vellina, við erum búin að setja bæði endurnýja gervigrasið á
æfingavellinum, síðan taka aðaleikvangin í gegn og setja gervigras þar og hitalagnir undir, og það þýðir að það nánast hægt að nota þessa upphituðu velli alla daga ársins. Og þetta hefur stórbætt nýtinguna á svæðinu og Víkingur, að því ég ekki viss að Björn montis af því, með alveg, sem ég nefni eiginlega alltaf, með alveg ótrúlegar tölur í bæði þáttöku og að halda krökkum í starfi hjá sér. Og ég tók mér far með 7. bekk í morgun og þar fekk ég að heyra það að vera allir nema einn í bekknum í fótbolta, og það var að því að hann hefði svo mikinn áhuga á háköllum. Og auðvitað hvet ég alla til þess að koma á laugardaginn á bikarúrslitaleikinn. Þetta síðast þegar spilaði bikarúrslitaleikur karla á Íslandi, og Kári mjög sjaldan í gallabuxum, en hann var í leikbanni í þessum síðasta leik, en verður ekki sem betur fer helgina. Og auðvitað voru Víkingar að fagna titli og voru vel að því komnir, héldu honum í Reykjavík. Það fór illa fyrir mínum mönnum og þessi fundur ekki það, ég sendt úr Árbænum og held með Fylki. En það eru mikla breytingar í íþróttamálunum og aðdragandi þess tók svolítið á. Ég veit það inn í Safamýri og í starfi fram, það tók á. En það hefur komist á beinubrautina eftir að Víkingur var fyrir valinu að sinna Safamýrinni og félagið hefur gert það gríðarlega vel. En það unnið samkvæmt áætlun upp í Úlfarsadal, þannig að Fram alfarið úr Safamýrinni á næsta ári og Víkingur tekur þá alveg við því svæði. Og við munum þróa það eitthvað áfram, en það var samið það að gervigrasvöllurinn yrði áfram, en við myndum þróa í raun grasvellina gömlu að hluta til annarra nota og fengum svona ýmsar ágjörðir í tengslu við nýtt aðalskipulag sem við auglýstum fyrir á þessu ári, og ákváðum þess að þetta yrði blanda af opnu svæði fyrir almenning, einhverju íbúðaruppbyggingu, en að það færi í samkeppni áður en það yrði botnað. Það margt í gangi í svæðinu. Hérna sjáum við yfir efstaleitið þegar það var að byggjast. Svæðið leit svona út áður og svona í dag. Ef þið hafið ekki öll farið þarna, að þá hvet ég ykkur til að gera það, vegna þess að þetta alveg ótrúlega, að mínum mati allavega, vel heppnuð uppbygging og gott dæmi vel heppnaða þéttingu byggðar. Það sem við viljum sjá í slíku mjög grænt yfirbragð, að það sé gengi hratt og vel frá leiksvæðum og svona sameiginlegum svæðum í rýmunum, og það alveg frábærlega gert þarna. Og við viljum gjarnan að sé einhver atvinnustarfsemi á jarðhæðum annað slíkt, og þarna apótek á horninu, og Indisauki alveg ótrúlega góður staður. Ég notaði hann meðal annars til fundahalda í hádeginu í vikunni, og þið farið kannski ekki með það lengra, en sumir af þeim sem að mótmæltu hvað harðast þessar uppbyggingu núna þarna með fasta tíma þar sem þið mæti í kaffi til þess að njóta lífsins með félagunum. Þannig að mín tilfinning mjög sterkt svo að fólk sé fara að taka þetta í sátt, mjög mikla sátt reyndar, og þetta hafi verið tækifæri fyrir marga sem voru að bíða eftir að geta kannski minnka aðeins við sig innan hverfis, en líka bara alls konar fólk sem vill búa í þessu frábæra hverfi. Það líka annað þéttingaverkefni inn við Sogaveg sem kannski hefur verið minna í umræðunni, en virðist hafa bara verið mjög snoturlega leyst. Það verið aðeins blásið uppbygginguna við Furugerðið, en hún núna komin af stað, gengur býsna hratt. Þannig í raun svolítið svona vistvænar áherslur í byggingarefnum, og þið sjáu bara hverja eininguna af annari byggjast þarna upp, og svolítið nær bústaðavegi heldur en önnur hús, og verður gaman að fylgjast með hvernig þetta mun gera sig. En varðandi uppbyggingunni í Fossvogi, að þá urðu þau tímamót eftir
töluvert mikla vinnu að við náðum saman viljayfirlýsingu við Kópavog fyrstu sameiginlegu sundlaug 2 sveitarfélaga í, ég veit ekki, alheimssögunni, allavega Íslandssögunni. Og þarna vona ég að gamall draumur sé að rætast, allavega gengur þetta vel og það unnið núna í sameiginlegu teymi sem að undirbúa samkeppni. Ég veit ekki hvort að sum ykkar muna eftir því, en fyrst vorum við að hugsa 3 hugsanlega staðsetningar, sirka á Víkingsvæðinu, sirka hjá Hermannslundi eða gömlu skógræktinni, þar sem gróðrarstöðin eða svona fyrir miðjum dalnum á móts við Fossvogsskóla og Snælandsskóla. Og það varð niðurstaðan að miða við þá staðsetningu, meðal annars vegna þess að þá geta báðir skólar nýtt sér þetta fyrir skólasundið án þess að vera með eitthvað skull. Áhyggjur fólks tengjast fyrst og fremst umferð, þannig að við höfum frá upphafi talað það að leggja áherslu á sundlaug sem væri vissulega aðgengileg fyrir þá sem að þyrftu staði fyrir fatlað fólk eða slíkt, en þetta væri fyrst og fremst hugsað fyrir þá sem kæmu gangandi og hjólandi. Þetta þótti gríðarlega róttækt þegar við settum þetta fram fyrst, þó það sé ekki nema kannski 7-8 ár síðan, en ég held að allir sem fylgjast bara með gangandi og hjólandi umferð í dalnum í dag og allir sem átt að sjá því að umferðin það mikil þvergöturnar að við viljum ekki endilega aukana, átt að sjá því að ég held að þetta sé algjörlega gerlegt og eiginlega bara ótrúlega spennandi að fá svona kannski aðeins öðruvísi sundlaug í Fossvogin. Henni hefur verið ekki valin nákvæm staðsetning, við höfum ekki sagt hún á að vera akkurat á landamærunum eða öllítið Kópavogsmegin eða öllítið Reykjavíkurmegin, heldur ætlum að láta keppnina meðal annars fjalla nákvæma staðsetningu nokkurn veginn á þessu miðsvæði. Við erum í ýmsum öðrum stórum verkefnum í borginni. Við til dæmis höfum viljað fækka bensínstöðvum, sérstaklega inn í hverfunum, þar sem að draga umferð inn í hverfin. Og ein af þeim allavega í þessum borgarhluta. Hér sjáum við þetta eins og þetta núna og hérna eru bensínstöðvarnar eins og þegar það er búið að fækka þeim eftir þessa samninga við 3 stærstu olíufélögin. Við erum hins vegar að semja við fleiri olíufélög og ég vona innan fárra ára þá missum við heimsmeistaratitilinn í flestum bensínstöðvum per höfðatölu hér á þessu höfuðborgarsvæði. Og sú sem þá bensínstöðum við Stóragerði eða Rauðagerði sem þetta móts við Efstaleitið. En hér á eftir verður kynnt hverfaskipulag. Ég ætla ekki að fara mikið út í það. Ævar mun kynna það betur. En það byggir eins og í öðrum hverfum á því að innleiða sýn sjálfbær hverfi, nota prinsippin úr aðalskipulaginu á hverfagrunni. Þá komum við oft að viðfangsefnum eins og úrségengnum hverfakjörnum, hvar vantar þjónustu og hvar mikil umferð. Og þetta hverfaskipulag fyrir þennan borgarhluta byggjum við auðvitað á röddum úr hverfinu. Það heilmikið samráð búið að eiga sér stað og sumar hugmyndirnar munu slá fólk sem býsna róttakar eða svona nýstárlegar allavega, en við erum að kynna þetta á vinnslustigi til þess að fá viðbrögð og geta fjallað þetta áfram. En ég vil bara nefna sem dæmi að þarna eru hugmyndir það að byggja upp við bústaðaveginn. Þá eru þið bílastæðin sem eru þar núna undir í raun skýlum, undir jarðhæðunum og það væri hús þéttar upp við bústaðaveginn sem myndi hægja á umferðinni. Það líka verið að velta því upp hvort að það eigi að mynda hljóðmúr með húsum meðfram Miklubraut þar sem hávaðinn mjög mikill og ný hús með nútíma hljóðvistar gát gætu verið góð fyrir lífsgæði íbúana þar og þokkaleg fyrir nýju íbúana í nýju húsunum. En þó, og þetta eru miklar uppáhalds svona hugmyndir, en þetta eru hugmyndir og það verður bara áhugavert að sjá hvort að íbúaráðið geti leitt svolítið umræðu hvað fólk sér sem kost og galla við þetta. En ein af áhugaverðustu hugmyndunum sem eru líka svolítið einstak fyrir
þennan borgarhluta finnst mér vera hugmyndin eiginlega hitaveitustokkin sem nokkurs konar garð eða röð áningastaða auk þess að vera einhvers konar samgönguleið. Þetta kallast í mínum huga á við framkvæmdir í öðrum borgum þar sem hefur verið gamli lestarteinar eða eitthvað slíkt, hefur eiginlega bara verið innréttað sem nokkurs konar torg með einhvernum kaffihúsum og bekkjum og rjóðurum og leiksvæðum og öðru slíku. Þannig að endilega kynnið ykkur hverfaskipulagið. Þarna eru ráðgjafarnir að setja fram margar, að mínum að þið skemmtilegar hugmyndar, sumar róttakar, en aðrar eru einhvern veginn þannig ábýtu okkur höfum ekki löngu byrjað að gera þetta. Þannig að skoðuði það endilega, því að stokkurinn var nú kannski fyrsti svona göng- og hjólastígurinn bara í borginni þegar hann var lagður og það væri gaman að sjá svona unnið með hann. En ég ætlaði aðeins að fara yfir framkvæmdir í skólunum sem að hafa staðið yfir allt hverfi, en það var raunar fundur með foreldrum í Fossvogsskóla á mánudaginn og ég hitti síðan foreldraráðið og skólaráðið á þriðjudeginum, þannig að fyrir þá sem voru á þeim fundum að þá þetta alls ekki eins ítarlegt. En vildi bara í raun draga fram að það sem verið að gera annars vegar í raun viðgerðavinna út af raka, út af myglu og áhyggjum af myglu, en í raun verið fyrst að vera að fara í svona mikla framkvæmdir, að fara í ennþá stærri pakka. Það kannski stærsti hluti af verkefni sem eftir að það raun að uppfæra skólan, þannig að viðgerðirnar haldi þá varanlega, en ekki bara í 10-15 ár eins og kannski ella væri. Þess vegna verið að taka ytra byrðið og setja nýja klæðningu og svo framvegis. Og þetta þýðir það, eins og eru ekki fréttir fyrir neitt, að yngstu krakkarnir eru komnir reyndar núna aftur inn á Fossvogsskóla svæðið í færanleg hús, voru í reyndar dásamlegu húsi Hjálpræðishestsins fyrstu vikurnar og á meðan eldri bekkirnir eru upp í Korpusskóla í Grafarvogi og fara þangað með rútum fram og tilbaka. En það var mjög sterkt ákall það og svona ein af helstu niðurstöðum fundana sem voru í vikunni, sterkt ákall að allt skólastarf verði komið í Fossvoginn næsta haust, jafnvel þó að ein af 3 byggingum að framkvæmdu við hana verði ekki að fullu lokið og áætlanirnar miða þess vegna við það. Það heilmikið teymi sem vinnur að þessu og við höfum síðan í vor fengið svona eiginlega yfir ráðgjafa sem ætlar að horfa yfir öxlina okkar og okkar ráðgjöfum næstu árin þegar við förum í gríðarmikið viðhaldsátak í skólabyggingum alla borg, og það Björn Marteinsson sem bæði arkitekt og verkfræðingur og hefur lengst af sínum starfsaldri verið hjá Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, sem raunar nú hefur verið lögð niður, en hann hefur birt manna mest þessi mál og höfundur af mörgum þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið, sérstaklega á raka en líka byggingarefnum. En þetta teymi sem núna að vinna að hönnun á þeim breytingum sem á að gera, og þær eru býsna umfangsmiklar og ég ætla ekki að rekja það hér, en þessar áætlanir voru kynntar fyrir skólasamfélaginu og foreldrum á mánudag. Og helja mikil plön sem að fylgja þessu, og næstu vikum verða þá fyrstu útboðspakkarnir tilbúnir og þetta boðið út í nokkrum mismunandi einingum. Það líka heilmikla framkvæmdir hér í Réttarholtsskóla og raunhægt að hrósa skólasamfélaginu hér fyrir býsna mikið umburðarlyndi, því að það þurfti að vera með mjög mikla tilfæringar til þess að rýma þá þau svæði sem verið að gera við. Það líka verið að framkvæma í Hvassaleitisskóla, bæði þakstjórnunarbyggingar og það á að fara að bjóða út endurnýjun suðurglugga, það verið að huga hljóð og ljósvist og færa til, breyta skipulagi.
Það sama á við Breiðagerðisskóla, þar búið að vera endurnýja bað- og búningsaðstöðu og þá að endurnýja sjálfa sundlaugina. Breiðagerðisskóli er einn af þessum skólum sem var byggður á þeim tíma sem voru setta litlar kennslusundlaugar og við höfum nú haldið í þar eiginlega allar vil ég segja sem kennslusundlaugar, ég vil þó að það sé sundlaugar skammt frá í sömu tilvikum en það eru þetta ekki í þessu tilviki og fleira mætti nefna. Það hefur við tókum það ráð öllu heldur að tæma alveg Kvistaborg vegna viðhaldsframkvæmda sem standa þar yfir. Þar líka verið að smíða 2 færanlegar stofur sem að koma á svæði núna fyrir áramótin og starfsemi Kvistaborgar núna í Safamýri, þar sem Safamýraskóli var áður og við gerum ráð fyrir því að það verði fram í desember. En þá stemt að því að starfsemin flytist aftur í Fossvoginn og það var hnift í mig í vikunni varðandi upplýsingagjöf til foreldra vegna Kvistaborgar og það voru setta nýjar upplýsingar inn á framkvæmdasjána. Framkvæmdasjá svona tæki sem við notum til að koma upplýsingum einstaka framkvæmdir en hér líka fólk sem þekkir vel til þessara framkvæmda og annarra ef það vakna spurningar. Í Álftamýrarskóla líka verið að vinna endurbótum í hljóðvist og ég var spurður kennslueldhúsið og mér skilst að það verði endurnýjað í jólafríi skólans. En stóra málið kannski það að í lok árs 2019 að þá ákváðum við að fara í útboð á ástandsúttektum á öllu skólahúsnæði í Reykjavík og erum að vinna gríðarstóra áætlun til næstu 5-7 ára í viðhaldsmálum. Okkur sýnist skýrt að við þurfum að bæta í, þannig að við gerum ráð fyrir því í þeirri fjárhags- og fjárfestingaáætlun sem við erum að undirbúa og munum kynna í byrjun nóvember að við munum setja 25-30 milljarða í viðhald í skólabyggingum og frístundahúsnæði á næstu 5-7 árum. Og við höfum verið að auka þetta viðhaldsfé undanfarin ár en við erum þá að auka enn meira á þessu næstu 5-7 árum. Þetta bætist í raun við það átak sem við höfum verið með núna undanfarin ár þegar kemur að skólalóðum. Ég held að allir sem eiga börn í skólum en líka bara þeir sem eiga leið framhjá skólalóðum hafi tekið eftir því að þær hafa verið að breyta mjög mikið svip. Fjölmörga leikskólalóðir sem hafa verið teknar í gegn og allar eru á plani. Við vinnum þetta oftast þannig eins og við erum að gera núna í viðhaldsmálunum að við gerum heildarúttekt, vinnum plan og fylgjum því svo. Þannig að það eru töluvert margum leikskólalóðum lokið í þessum borgarhluta og aðrar eru komnar á plan. Sama á við grunnskólalóðurnar, skólalóðurnar við Álftamýrarskóla, Breiðagerðisskóla, Fossvogsskóla og Réttó hafa verið endurgerðar og loka áfangin í Hvassaleitisskóla á áætlun 2023. Auðvitað þarf að halda þessum lóðum líka við og það til áætlunum það líka. Örstutt, ég veit þetta svolítið langt en þetta ansi umfangsmikið sem í gangi í hverfinu. Götur, stígar og þétting byggðar, það eru fjölmörg smærri verkefni. Sumar þessar glærur eru hér í pakkanum til þess að þeir sem hafa meiri áhuga geti kíkt á þær eftir fundin. En við erum sem víða eins og þið takið eftir að uppfæra hjólastígana í hverfinu og gera aðstöðu fyrir hjólandi ennþá betri. Við erum með þá framtíðarsýn að Reykjavík verði hjólaborg á heimsmælikvarða og erum að fylgja hjólreiðaáætlun sem miðar að því. Það líka nýjar lóðir að myndast niður við Sprengisand við Bústaðaveginn og við erum að setja undirgöng þar og hjólastíga meðfram Bústaðaveginum undanfarin ár og áfram og það verið að ganga núna frá nýjum hjólastíg yfir brú á Kringlumýrarbraut og svo auðvitað fylgir frágangur þessum þéttingareitum. Við erum að hanna tengingar frá Furugerði og Espigerði sem fara í útboð á næstu vikum og ég held ég fara ekki í smáatriðum yfir einstakar framkvæmdir af þessu tagi. Þetta bara í glærupakkanum og ef einhver vill kíkja á einstakar framkvæmd og hefur gaman af svona verktekningum og nákvæmum upphæðum og svo framvegis
þá bara vísa ég þar inn, sama með bústaðaveginn, heilmikil gögn og myndir fyrir þá sem vilja glögga á sig nákvæmlega á þessu. Ég held að megi segja að öllum svona framkvæmdum fylgir eitthvað rask, sérstaklega á verktíma og jafnvel miklar áhyggjur umhverfinu að þetta verði ekki nógu gott. Við vorum í töluvert miklum umræðum til dæmis hljóðmannina við Rauðagerðið sem þó hafði lengi verið kallað eftir, en ég held að það sé nú svona nokkuð útbreidd skoðun að það við tekist bara beistna vel og sé gaman að fara þar og allt önnur hljóðvistöð þetta heldur en þegar að gengi var og hjólað var við hliðin á afleggjarinn minn á Breiðholtsbrautina. Nú, við erum samt líka með sérstaka áætlunum betri samtengingu grænna svæða og eflingu þeirra, köllum það græna netið sem á að gera þau enn betur aðgengileg. Við erum með það í aðalskipulaginu að markmið að grænt svæði eða leiksvæði á að vera innan við 300 metra frá öllum íbúum og við náum því í 93% tilvika. Þannig að aðgengi að grænum svæðum óvíða betri á byggðu bóli en í Reykjavík, en í vissum tilvikum að þá eru tengingarnar á milli þessar svæði ekki nógu góðar og græna neti gengur út á það að bæta það. Og það eru nokkur svæði sem að tengjast því hér í þessu hverfi. Örstuðt að nefna hverfi mitt, það var metþátttaka í þeirri kosningu sem lauk bara í hádeginu og við sjáum að það var 16,4% yfir borgina í heild. Ég náði ekki að gera glærum með verkefnum sem voru kosin hér, en það segja sumir að það hafi enginn verið almennilegur sigurvegari alþingiskosningana, en æslabelgir urðu sigurvegari þessara hverfakosninga. Það voru kosnir 13 æslabelgir alla borg og ég tengi að við það að æslabelgir landi björguðu geðheilsu mjög margra barnafjölskyldna sem einhvern veginn voru alveg þrotaðar í einhverjum bíl á þvælingjum þjóðvegina og gátu svo leyft krökkunum að skoppa á einhverjum æslabelg og þannig að þeir voru mjög víðakosnir, mjög mörg skemmtileg verkefni og munið þetta allt verkefni sem eru hugmyndi frá íbúum sjálfum. Það voru líka íbúa sjálfir sem höfðu áhrif á það hver voru valin inn í kosninguna. Aðeins að auglýsa ábendingavefinn okkar. Við notum ábendingar, tölfræði og svona rosalega mikið til þess að forgangsraða stýra verkefnum og gera borgina betri. Og ábendingavefurinn í meira og meiri notkun og þetta getur verið varðandi snjóhreinsun, götulýsingu, grasslátt eða annað. Við erum með verkbækistöðar og hverfisbækistöðar, fólk sem vill gera vel í vinnunni sinni en þá frábært að fá ábendingar úr nær samfélaginu. Og þetta ábendingar.reykjavik.is og svo bara aðeins í lokin þá stálumst við eða fengum öllu heldur leyfi. Ragnar TH, þessi frábæri ljósmyndari, hann nefnilega úr þessu hverfi og það er bara okkur öllum hollt, alveg svo það var hollt að rifja upp að það var engin frístund fyrir 20 árum og engin skólamötuneyti heldur. Að bara rifja þessu upp hvernig Reykjavík var og hvernig hún núna með hans augum. Mér finnst þetta svolítið skemmtilegt, við erum aldrei að segja að ármúlarnir séu fallegir, en þeir að fara að ganga í endurnýjun lífdaga, múlarnir líka. Og ég veit ekki hvað þið tóku eftir lítilli frétt í dag. Mannanafnanefnd, hún leyfði ármúla sem millinafn. Mér fannst þetta eitthvað fallegasta frétt sem ég nokkuð tímann heyrt. Hverjum dettur í hug og vill heita ármúli? Þessi gati náttúrulega bara komin á okkar nýtt stig. En nóg það. Og þetta eru bara nokkrar svona loftmyndir sem að Ragnar TH tók úr hverfinu, en annars þakka ég bara kærlega fyrir mig og hlakka til að taka við spurningum hér á eftir. Glöggir fundagestir hafa kannski tekið eftir því að hafa tæknimennir stokkið inn í búrið svo kallað, en
Það engin almennilegu fundin að sé smá tæknilegur örðuleikar sem í þessu tilfelli þýðir að við erum ekki að fara að sýna vídeo en að Bryndís við Ásmundsdóttir núna, við ætlum að sýna það síðast á dagskránni, eða er ekki svo? Já, þannig að við ætlum að fá hann Ævar Harðarson núna, arkitekt og deildarstjóra hverfaskipulags, og hann ætlar að segja okkur frá hverfaskipulaginu, svolítið svona aðeins það hvað það og hver kjarnið þess sem að mér finnst vera svolítið sá að hugmyndum íbúa í hverfunum safnað saman, það eru dregnar saman og það farið ákveðin farveg hjá borginni sem endurspeglar svo í hverfaskipulaginu. Og ég ætla líka að minna á það og ef við kannski nefnir það að það opnaði sýningu í Austurveri, þannig að næst ef við förum í Krónuna þá endilega kíkja á þessa sýningu. Þetta kemur margt fram hérna í glærunum og ef að fólk hefur athugasemdir og vil senda inn sínar athugasemdir varðandi hverfaskipulagið þá netfangi skipulag@reykjavik.is. En allavega hérna vorum við sammála það í íbúðarráðinu, við fengum kynningu á þessu í gær að framtíðin björt ef að allavega stór hluti af þessum hugmyndum verður að veruleika. Við vorum hérna nokkur sem vorum persónulega hrifnust af einhverju sem heitir, var ekki náttúrulok? En þetta kemur allt í ljós núna í kynningunni hjá honum Ævari. Gjörðu svo vel, Ævar. Heyrið í mér, hvernig þetta? Já, góða kvöldið. Ég ætla sem sagt að tala aðalega samráð í hverfisskipulaginu. Við erum hérna sem sagt mætt í hverfið með sýningu í Austurveri til þess að eiga samtal við ykkur. Við erum að henda út alls konar hugmyndum. Þær eru svona, þetta eru fyrst og fremst vinnutillögur. En það sem ég langaði til að byrja á því að segja ykkur aðeins frá því hvað hverfisskipulag er. Hverfisskipulag sem sagt deiliskipulag fyrir gróna byggð. Við erum með fullt af eldri deiliskipulagsáætlunum sem orðnar úreltar margar hverjar og mjög gamlar og við erum að safna þessu saman í eitt stórt skipulag fyrir hvert hverfi. Það verið að taka saman helstu óskir íbúa alls konar breytingar og samræma það. Við erum að innleiða 7 lykilstoðir vistvæna byggð sem koma úr aðalskipulaginu til þess að gera hverjum vistvænni, sjálfbærari og meira svona heilsueflandi. Hverfiskjarnarnir hafa dalað mjög víða og þetta svona hluti af því að styrkja hverfiskjarnana og hverfin almennt og síðan mikilvægur hluti af hverfiskipulaginu það sem sagt rafræn hverfasjá til þess að auðvelda svona íbúum og aðilum sem að sækja þjónustu til borgarinnar að ná í hana í gegnum sem sagt rafrænt skipulag. Mjög mikilvægt tæki í þessari vinnu það sem við kallum 7 lykilstoðir vistvæna byggð. Þið sjáið þessi nöfn þarna, það samfélag, gæði byggðar, samgöngur, vistkerfi og minjar, orka og auðlindir, mannvirki, náttúruvá og við notum þetta tæki til að greina hverfin, draga fram styrkleika og veikleika og síðan að gera tillögur. Við erum að vinna sem sagt hverfiskipulag fyrir alla borgina og vinnum þetta sem sagt borgarhlutavís. Við kláruðum hverfiskipulag í Árbæ 2019, hverfiskipulag í Breiðholti, það var í auglýsingu í sumar í 10 vikur og sem sagt stutt í það verði lögleitt, verði sem sagt taki gildi. Samráðið sem svona aðal, það sem ég fæst mest við, það náttúrulega það að eiga samtal, leita eftir skoðunum og ræða og þess vegna erum við mætt hérna í hverfið. En þetta samtal og þetta samráð það hluti af sem sagt lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar sem gengur út á það að hlusta, rýna í það sem vantar og síðan breyta og miðla síðan þessum upplýsingum. Við höfum verið í þessu samráði nokkur ár og beitum alls konar aðferðum til að ná til sem flestra. Á svona íbúafundi eins og hérna þá mæta yfirleitt svona fólk í eldri kantinum en við þurfum líka að heyra í yngra fólki, við þurfum að heyra í börnum og sem flestum og þá notum við sem sagt rýnihópa. Við höfðum hérna á sínu tíma það byrð 50-60 manns úr borgarhlutanum sem sögðu okkur ýmsar skoðanir. Við höfum verið með það sem heitir skapandi samráð, Planning for Real. Við erum nýbúin að taka í notkun svona tæki sem heitir Mapsjóner sem netsamráðstæki. Sem sagt það átti sér stað töluvert samráð á tímabilinu 2015 til 2017 og þið getið sem sagt skoðað það á vefnum okkar
Það er skýrsla sem heitir Íbúaþátttaka og samráð, Borgarhluti 5, háleiti bústaðir og svo voru lagðir svona alls konar miðar niður á módel og það má skoða þetta semst í miðasjóni. Þetta eru myndir hérna úr skólanum, við fórum inn í alla skólana og allir skólakrakkar á aldrinum hérna í 7. bekk tóku þátt í að byggja þessi módel og koma síðan skoðunum á framfæri gegnum svona sérstakt miðakerfi sem við erum með og síðan vorum við að hérna notuðum þetta á sem sagt íbúafundum. Þannig að þetta eru myndir frá þessum íbúafundum sem við vorum með þarna 2016. Síðan erum við bara voðalega upptekin við að klára hverfisskipulag í Árbæ og fórum sér að Breiðholt og nú erum við sem sagt að endurnýja kynnin við hverfið. En á þessum tíma, þarna 2016, þá voru alls konar hugmyndir settar fram. Íbúar hafa eðlilega mjög mikinn áhuga og áhyggjur af umferðinni. Hér eru hugmyndir að setja svona loka á Miklubrautina til þess að draga úr neikvæðum áhrifum. Það voru hugmyndir aðgerðir við bústaðaveg, ýmsar hugmyndir, það komu fram hugmyndir ofanábyggingar á blokkir og til að fá lyftur í húsin. Það er mjög mikið af lyfturlausum fjölbýlishúsum, það bil 10-12.000 íbúðir í borginni sem mætti bæta aðgengi og svona fjölga íbúðum, það vantar víða. En sem sagt við tókum með okkur svona nokkra punkta úr þessu samráði sem þá þetta að fjölga búsetu tækifærum, meira grænt, tengja betur á milli hverfa og sérstaklega yfir þessa miklu stofnbrautir. Það er krafa auki að styrkingu hverfiskjarnana, það er mikil eftirspurn eftir sundlauginni, fegra göturými, hjólagöngustígar, úrbætur á hljóðvörnum með fram stofnbrautunum, það eru grendarstöðvar, verndun kennileita eins og hitavitustokksins, bætt aðgengi að fjölbýlishúsum og hverfisvernd til þess að nefna svona þetta helsta. Við semst að opnuðum í dag vef sem er sérstaklega þetta hverfisskipulag og ég hvet ykkur eindregið til þess að skoða tillögurnar þar en við erum semst að núna með sýningu sem við opnuðum í dag þarna á ganginum í Austurveri fyrir framan Krónuna og ætlum að vera þar að hlusta og heyra í ykkur en það er nú allt í lagi að tala aðeins læra heldur en þessi en það er sem sagt tilgangurinn og hvet ykkur eindregið til að koma og ræða við okkur því að þeir ýmsar þessum hugmyndum eru fyrst og fremst hugmyndir, vinnutillögur til þess settar fram að fá svona skoðanaskipti en við ætlum að gera meira. Við ætlum að vera með 3 svona hverfisgöngur hverfin. Verðum þarna mánudaginn í Háleiti og Múlum. Það verður okkar ráðgjafar og við verðum þarna og förum svona yfir helstu tillögur og viljum gjarnan heyra skoðanir svona íbúa á ýmsum málum. Við hefum gert þetta í Breiðholti með mjög góðum árangri. Við ætlum að vera í Leiti og gerðum þetta 20. og svo Bústaður og Fossvogur 21. Þegar að þessari vinnu lýkur, þá koma einhverjar lokaafurðir og þær eru fyrst og fremst á pappír og fara svo allar inn í þessa hverfasjá. En þetta er sem sagt svona planið það verður sem sagt opið fyrir athugasemdir við þessar vinnutillögur í 4 vikur fram til 12. nóvember. Eftir 12. nóvember þá förum við sem sagt í úrvinnslu og ætlum að fullgera tillögurnar og síðan þá er stefnan sett á það að vera með tilbúnar tillögur í janúar ef allt gengur vel og auglýsa þar síðan í 6-8 vikur og þá er aftur tækifæri til þess að gera athugasemdir. Takk fyrir. Þá er það hún Ragnhildur Skarphéðinsdóttir sem ætlar að koma hérna upp. Við vorum samferðað hérna inn og hún ætlar að svara spurningunni hvort við eigum kannski falin gimstein. Ég hlakka til að heyra hvað hún er að velta fyrir sér en þetta er allavega í tengslum við hverfaskipulagið. Og þeir ein niður hölt og hinn fyrir upp.
ágætu íbúar, borgarstjóri og aðrir fundagestir. Ráðgjafateymi Bústaðaháaleiti fannst við heldur betur dett í lukkupottin árið þegar úthlutun borgarhvarfa stóð yfir og við drógum upp úr hattinum Háaleiti bústaði. Við buðum upp í dans og höfum síðan dansað í gegnum hverfið í algjöru skipulags gleði. Það merkilega að við öll þrjú sem stöndum aðallega í teyminu, Guðmundur Gunnarsson arkitekt og Sigurbjörg Ásgeirsdóttir landslagsarkitekt, höfum öll búið hér í hverfinu lengri eða skemmri tíma. Gengið í skóla, verið í unglingavinnunni, ég fer enn í Austurveri að versla, ég fer enn í Grímsbæ að sækja pizzur. Og ekki nóg með það að þá var móðir mín var ein af skipulagshöfundum Smáabyggðarhverfisins 1951 og faðir minn á hér 2 grunnskóla, Hvassaleitiskóla og þennan skóla sem við sitjum í hér, auk menntaskólans við Hamrahlíð. Þannig að þetta sannarlega sagt að römm svo taug. Borgarhlutinn, eins og við þekkjum, hann samastendur af grónum hverfum og fastmótaðri heilstæðri íbúðabyggð. Í erindi borgarstjóra hérna á áðan þá fengum við yfirsýn inn í nokkrar stórar hugmyndir sem að hverfaskipulag tillögurnar hafa að geyma og í þeim eru mörg mjög spennandi tækifæri og möguleikar í framtíðarsýn borgarhlutans sem að vert að kynnast. En hverfaskipulagið líka hugsað til þess að upplýsa fólk sitt nánasta umhverfi og þau tækifæri sem að felast meðal annars í auknum lífsgæðum og almenni vellíðan ykkar íbúana. Þessi uppdráttur sýnir borgarhlutan. Hér sjáum þið bláu flekana sem að virðast ansi viðamiklir að umfangi, en þarna leynist ýmislegt. Þið ágætu íbúar gætu nefnilega setið á verðmætum sem þið vissuð einfaldlega ekki af. Heima. Tækifæri til breytinga á eigin eignum. Í vinnutillögum hverfaskipulagsins íbúum almennt gert auðveldara að gera breytingar á fasteignum sínum svo byggðin geti þróast í takt við breyttar áherslur í samfélaginu, til dæmis vegna kvista, svala, viðbygginga og svo framvegis. En við þetta bætist nýjir möguleikar því að flestir eigendur sérbýlishúsa fá í hverfaskipulaginu heimildir til þess að koma upp aukaíbúðum á sinni lóð. Og með sérbýli þá erum við að tala einbýlishús, parhús og raðhús. Svo hvað má ég gera við mína eign, spyr ég eflaust margir. Heimilt verður að búa til eina aukaíbúð í flestum sérbýlishúsum. Aukaíbúð má koma fyrir innan núverandi hús, í viðbyggingum og í sumum tilfellum á bílageymslu eða smáhýs og lóð. Tökum dæmi. Hér sjáum við íbúð sem að dæmi hæð sem breytt í nýja íbúð. Hér ný íbúð í nýrri þakhæð. Hér hefur bílskúr verið breytt í íbúð. Hér ný íbúð í viðbyggingu í garði og hér hefur núverandi hæð verið breytt í nýja íbúð auk þess sem sýndir hér viðbygging. Með aukaíbúð gætu til dæmis einhverjir búið lengur í sínum eigin eignum þó að herbergjaþörfin minnki, þegar aldurinn til dæmis færist yfir. Þá getur aukaíbúð í foreldrahúsum einnig verið fyrsta skrefs ungs fólks til sjálfstæðrar búsetu. Aukaíbúðir eru hugsaðar fyrir fjölskyldulið meðlimi eða til útleigu. Það má ekki selja þær, en hægt hins vegar að sameina þær aftur aðalíbúðinni ef eigendur óska þess. Þetta eru verðmæti
Þetta er verðmæt heimild, ekki skylda og er alfarið í höndum eiganda hverjar fastegnar hvort að hún verði nýtt. Skoðum síðan úrbætur við fjölbýlishús sem Ævar kom hins stuttlega inn á áðan. Í vinnutillögum hverfisskipulagsins er farin sú leið að heimila húsfélögum að byggja eina aukahæð ofan á mörg lyftulaus fjölbýlishús. Gegn því skilyrði að leið verði komið fyrir lyftu við húsið. Nýr byggingareitur er verðmætur og getur húsfélagi ráðstafað honum og nýtt hagnaðinn til að fjármagna lyftu við húsið og jafnvel til að sinna öðru viðhaldi eins og húsi og lóð. Bætt aðgengi íbúðum á efri hæðum getur einnig aukið verðgildi íbúðana og gert mörgum kleift að búa lengur í sínum eigin íbúðum. Lykilatriði er að heimild til ofanbygginga er verðmæti sem lóðarhafar einir eiga og ekki er hægt að ráðstafa nema það sé samstaða. Engin kvöð er að nýta heimildina frekar en í sérbýlunum. Aðeins að fara hérna aftur, sýna ykkur það hérna, þarna sjáu þið dæmigerðan reit, hér er bara tekin fellsmúlin, þar sem rauninni sýnir ofanbyggingu og svo stigagága með lyftuhúsi utan á byggingu og svo til hægri er skýringamynd sem að sýnir nýjan byggingarétt ofan á húsinu. En höldum áfram að dansa. En markmiðið með þessu öllu er náttúrulega að gera sjálfbærara hverfi, hagkvæmi, nýting innviða, aukin lífsgæði íbúða og verðmæta sköpun. En förum síðan út fyrir girðinguna sjálfa, út fyrir lóðamerkin og skoðum opnusvæðin fyrir utan. Þar erum við að spinna græna þræði, því flest vitum við að grænt er græðandi, grænt er heilsa, lýðheilsa. Í vinnutillögunum er sérstök áhersla gerð lögð á opin svæði, græna innviði og borgarbúskap. Þessi græniska svæði þarf að gera spennandi, eftirsóknarverð og hlut af daglegum lífstíl. Við erum jú að fjárfesta til framtíðar. Í vinnunni þá höfum við flokkað opnusvæðin í 6 meginflokka, borgargarða, hverfisgarða, leiksvæði, dvalasvæði, kyrrlásvæði og síðan opin svæði, jaðarsvæði sem að nóg er til af í borgarhlutunum. Hér sjáum við uppdrás sem að sýnir rauninni hvernig við tekjum þessa flokkun og fært inn á borgarhluta uppdráttin. Bara til að tala að hér koma hverfisgarðarnir mjög sterkt inn. Hér eru 2 punktar, guli punktar og þetta eru rauninni hverfisgarðarnir eins og við skilgreindir í dag, annars vegar Grundagerðisgarðurinn og hins vegar Garðaflötin. Í nýju hverfaskipulagi er gerð tillaga mjög breyttar aðstæður og hér koma hverfisgarðarnir og hverfistorgin sérstaklega sterkt inn í, enda eiga þeir fyrst og fremst að þjóna nærumhverfinu og öllum aldurshópum, en borgarhluturinn hefur gríðarlegt hátt hlutfall af eldri borgurum. Hérna sjáum við svo hverfistorgin eins og þau raðast inn í borgarhlutan. Mottóið er að lýðheilsa á að vera aðgengileg, hún á að vera við þröskuld heimilana. Hverfistorgin sem eru þessi bláu, að þeir eru klárlega munu efla hverfisanda og samfélagsvitund. Síðan er það grænusvæðin, þessi kyrrlátusvæði sem eru með grænu punktunum, en það er kannski nýtt hugtak fyrir marga, eru mitt uppáhald því þau eru hugsað fyrir kyrrð og ró og til slökunar og hvíldar frá amstri og áreiti hversdagsins. Val þeirra og staðsetning innan opnusvæðana eru mæld út frá hávaðamörkum og því staðsett af kostgæfni. Eftir því sem borgarskógræktin vex í borgarhlutunum þá eykst eða fjölgar þessum kyrrlátu svæðum. Ég ætla svo aðeins að sýna ykkur
nokkra nýja hverfisgarða að það er gert ráð fyrir í borgarhluta 1. Í Múlanum þá er gert ráð fyrir að Græniásinn á milli Fellsmúla og Ármúla verði gerður að hverfisgarði, að það verði hverfisgarður við Austurver, við Grensóskirkju og síðan sem hluti af uppbyggingu á framreitnum. Nú Grundagarðurinn, hann verður styrstur og hann er ennþá lungan í þessum hverfishluta og verður það áfram. Og síðan Fossvogsdalurinn sem er eini borgargarður borgarhlutans og gegnir því lykilhlutverki í allri hverfisvinnunni. Honum verður gerð mun meira vægi sem útivistarsvæði fyrir alla og það sannarlega hjálpar til að fá sundlaugina þar inn. Fossvogsdalurinn er kóngurinn og honum ber að klæðast viðeigandi skrúða. Ég hef farið hratt í þessum dansi í gegnum hverfið ykkar, en reynt að draga fram því gæði sem eru innan ykkar seilingar. Við höfum fundið ýmsan gersemar sem er þess virði að halda í og þróa áfram inn í framtíðarsýnina. Svo ég segi bara takk fyrir dansina sinni og takka fyrir mig. Já, takk Ragnhildur. Þetta hlýtur nú að hafa vakið fólk svolítið til umhugsunar. En næstur er hann Björn Einarsson. Hann ætlar að segja ykkur frá Víkingi hverfin okkar. Þetta er alveg, það skiptir alveg rosalega miklu máli hvað að hafa svona stöndugt íþróttakverfi. Ég bara segi fyrir mína parta, sko, ég ólst upp í Hlíðunum og var aldrei neinn sérstök áhuga manneskju fótbolta, en þannig ég var svona eitthvað Valur, já, og svona reyna að vera með eitthvað, en var ekkert sérstaklega ganga. Svo bjó ég lengi í Vesturbænum, eins og ég sagði fyrst, og eldri börnin mín hefði engan sérstakann áhuga á fótbolta, þannig ég var eitthvað svona KR, eitthvað. Svo á ég son sem er alveg bara eitilharður bæði fótbolta og handboltamaður og hann er bara það eru bara jól í lok september þegar Víkingur eru Íslandsmeistarar. Þannig að maður bara smitast með. Það er ekki bara, þú veist, við foreldrarnir heldur er þetta einhvern veginn í hverfinu og þetta er svo mikilvægt einhvern veginn að vera stoltur. Þetta gerir svo mikið fyrir hverfistemninguna og ég tala ekki í Háaleitinu og í Safamýrinni þar sem þið eru að taka við og þetta hefur gengið svona vel. Að ég upplifa því ég var líka formaður hverfisráðsins á seinasta kjörtímabili, það var ekkert allt og góð stemning, fannst mér eða upplifði ég, en hún er mikið til uppáð. Ég þakka það mikið bara framgangi Víkings og þeirra svona aðferðafræði í að byggja upp starfið þar. Þannig að ég ætla ekki að hafa mín orð lengri, gjörðu svo vel Björn. Ég get ekki annað að þetta er algjörlega hárrétt greining hjá þér, hvernig þú ert líka bara að greina félögin og annað slíkt. Við erum mjög stolt af því og takk fyrir hlý orð, kærlega, gaman að vera með ykkur hér í kvöld og frábært að koma í gamla skólan sinn, áttum maður frábær ár. Ég held ég hafi ekki komið bara hreinlega bara í, ykkur 25-30 ár, þannig að frábært að vera með ykkur. Frábært að fá tækifæri til að segja einmitt frá Víkingi, við erum ótrúlega stolt af við sem stöndum að baki félaginu, við erum stolt af félaginu, við viljum líka vera kjölfesta í hverfinu fyrir hverfisbúa og það hefur alveg verið einlægur tilgangur og framgangur félagsins alla tíð. Við höfum sýnt frumkvæði í öllu sem við höfum gert, talandi Safamýrina og kannski það kaplu sem var í kringu það þegar við kepptum við annað félag hér í borginni sem urðu Íslandsmeistari í fyrra en eru ekki Íslandsmeistari í ár. Val og Víkingur og Valur kepptu hart að hver myndi fá Safamýrina og við urðum hlutskarpari í því og ég þakka því að við vorum einfaldlega með mjög einlega dagskrá hvernig við ætlum að vinna þetta. Og bikarar og árangur er stórkostlegur og gefur öllum mikið eldsneyti í öllu sem við erum að gera. En þegar öll á botni hvolft að þá viljum við vera kjölfestan í hverfinu, við viljum vera til staða fyrir ykkur öll, við viljum vera til staða fyrir börnin ykkar og fjölskylduna. Það er það sem þetta snýst allt og ég held að þetta sé einmitt og ég er svo ánægður að heyra þetta, svona viljum við
heyra þetta tilbaka eins og var lýst hér í byrjun. Ég ætla að fara bara rétt yfir, svona rétt yfir starfsemin okkar Víking. Víkingur stofnaði 1908 og næst elsta knattspyrnufélag á Íslandi. Ekki íþróttafélag vegna þess að Ármann eldri og svo kemur KR og sem knattspyrnufélag en Víkingur næst elsta knattspyrnufélag, félag sem með knattspyrnufélag á undan nafninu sínu. Það feikilegur stöðuleiki í stjórnun og rekstri félagsins. Félagið myndi ég segja, miklum fyrirmyndar rekstri og hefur til dæmis síðasta áskilað myndalegum hagnaði. Við erum með 7 deildir sem eru vel skipaðar. Það er mikill mannur í deildum félagsins og einmitt úr hverfisbúar sem taka þátt, koma í gegnum börnin sín og svo líka fólk sem hefur bara verið félagsmenn og með sitt félagshjarta. Þetta eru deildir eins og knattspyrnan að sjálfsögðu, handboltinn. Þetta er tennisinn, passa að hafa það framalega, karatið að sjálfsögðu, skíðinn, almenns íþróttadeild, ný hjóladeild og þannig að við höfum passað og hvernig þetta raðan saman samsetningin í félagin í dag einmitt þannig að við getum sinnt iðkendunum og leið eru líka foreldrarnir í sívaxandi almenns íþróttadeild að finna sitt plattform líka. Öflugt barna- og unglingastarf, við erum gríðarlega stolt af okkar barna- og unglingastarfi og við hefum alltaf litið á okkur sem ákveðna, við erum bara skýr framlenging af skólunum, þar viljum við vera og þar kallar á mjög náið samstarf við borgina, en íþróttafélögin, ekki bara Víkingur, íþróttafélögin í hverfum borgarinnar og í sveitafélögunum, þau gegna gigantísku hlutverki í að ákveðin framlenging af deginum fyrir fjölskyldunar, samfélagshlutverkið gríðalegt og þar erum við mjög stolt af okkar hlutverki. Það eru 1000 iðkendur sem í félaginu í ólíkum deildum og eins og Dagur sagði, þú segir ég ætla ekki að monta mig að því en ég langar samt að monta mig að því að Fossvogsskóli með gríðalega hátt þátttökuhlutfall inn í íþróttafélagið og við erum ótrúlega stolt af því. Það eru yfir 100 börn í frístund hvern dag í Víkinni. Við erum með mjög öflug mannvirki og sem bæði til keppnis og þjónustu og við þökkum borginni fyrir góðan stuðning hvað það varðar. Ég held að við getum sagt að aðstæða Víkings bara eins og allra besta í dag og samanbyrðin verður frábær framlenging fyrir okkur líka þegar við erum búin að fá fulla stjórn á henni. Og það sem líka mikilvægt í þessu, Víkingur afreksmiða félag. Við þekkjum samfélagshlutverki okkar feikilega vel, en við erum afreksmiðuð og við viljum ná árangri í því sem við erum að gera, við viljum ná árangri í því að vera í samfélagshlutverkið, en við viljum líka fagna sigurum og titlum. Og það gerðum við svo innilega núna fyrir 2 vikum og eigum gríðarlega öflugt tækifæri hér á laugardaginn að verða 2-faldi meistari í meistaraflokki karla sem bara þannig gríðarlega mikið afrek. Og ég hveti ykkur öll til að þeir sem hafa ekki keypt sér miða að koma á leikinn á laugardaginn. Ég held að sé búið að selja eða allavega komnir í hátt 6.000 miðar á leikinn. Þetta verður stór viðburður og mjög þetta verður stór leikur. Þetta verður hörku leikur fyrir okkur Víkinga að fá Skagamenn til okkar. Það mikið bikarhefð hjá þeim, þannig að við hlökkum mikið til. Þannig að ég vona að ég sjá ykkur sem allra flest. Við höfum verið mjög skýr gagnvart borginni með ný hverfi og það hluta frumkvæði félagsins að öflugt hverfi og mikið samlegðaráhrif og eins og þið sjáið hér á eftir í hvernig raðast saman þegar samanbyrðin smellur við hverfið okkar, hversu mikið samfellag í þessu. En við höfum sagt, við viljum sækja inn í Vogabyggðina, Víkingur, við viljum sækja jafnvel inn í hluta nýri Höfðabyggð og neðri hluta hennar. Við ætlum nú ekki að hætta okkur mjög hátt þar vegna þess að þá fjarlægðin orðin ansi mikil, en við höfum aldrei hætt okkur í neitt þar sem við teljum að við séum að frekjast. Við viljum fara þar sem við getum búið til samfellan fyrir hverfið í lausnum fyrir börnin og líka foreldrana. En fyrst og fremst fyrir börnin og þar segjum við að Víkingur á greiðasti aðgang nú á Vogabyggðinni í lausnum sem íþróttafélag getur veitt í Víkinni. Og sama getum við tengt yfir í nýja stóra hverfi sem framöndan hjá borginni. Þannig að við höfum verið mjög skýr við borgina, við höfum kynnt okkar hugmyndir og erum alltaf tilbúin í samtali áfram hvað það varðar.
og það mikið að stækka hverfi Víkings. Það tiltölulega mikið ójafnvægi í hverfum borgarinnar. Við sjáum eins og Grafvogin, alltaf sé ekki 25, 6, 7.000 íbúar í því hverfi, með við erum með 14.500 sem jafnvel með sameininni nýri inn. Þessna ástæðan fyrir að við viljum sækja í stærri hverfi til að tryggja bara aukið jafnvægi. Það 5 skólar og 1700 nemendur í skólum hverfisins. Og Víkin í algjöru kjörstöðu eins og ég sagði gagnvart þessum nýju hverfum og við höfum verið mjög skýr hvað það varðar. Við erum ótrúlega stolt af aksturskerfinu með sameiningu vegna þess að við höfum tekið mjög mikið frumkvæði varðandi sameiningu. Við höfum gátum alveg beðið til haustsins 2022 og látið þessi skipti bara líða í gegn á þeim tímapunkti, en við töldum það mjög mikilvægt fyrir bara hugafar hverfisins. Hverfið hefur verið mikið til tilvistakreppu út af gríðarleg skiptingum með Úlfarsárdal og niður í Safamýrinni, að við ákváðum að taka mjög skýr skref í að taka við nýliðunni í yngri flokkunum og byrjum á því í rauninni fyrir ári og tókum svo aftur ný skref, þannig að við erum að taka yfir yngstu árgangana í þessu hverfi og bara fyrir þessi ungu börn sem eru þar að þekkja vera víkingar. Og þannig að við höfum tekið og verið mjög unnið með skólunum, við höfum unnið með foreldrafélögunum og eigum í mjög góðu samtali við hverfið. Og ég líka langar að þakka fram fyrir gríðarlega mikið stuðningi, því að tekið gríðarlega vel í þetta allt með okkur og alla leið þangað til að kom svo upp svo pæling hér fyrir svona 10 dögum síðan á foreldrafundi í Álftamýraskóla að nú væri kannski tími til að bara mála húsi svart og rautt og setja bara víkismerkið á þetta, drífa þetta bara af. Og því var nú svona fleytt í svona mjög á mjúka máta áfram og framan hvort við mættu setja merki á húsið, en þá segði nei, nú bara skulið þið bíða í 1 ári viðbót. Þannig að svo hugmynd gekk ekki upp. En við erum með mjög, með miklum öflum stuðningi borgarinnar, þá höfum við náð að gera aksturskerfi inn í hverfinu, svona mini-strætókerfi, sem hefur virkað alveg feikilega vel, þar sem að helstu punktarnir í hverfinu sinnt og farið með börnin niður í Víkina, við tengjum við Safamýrina og allir skólar eru rauninni ákveðin stoppustöð. Og við skilum börnunum aftur saman á saman stað og ég held að þarna sé komin ákveðin fyrirmynd fyrir mörg félög og hverfi að sinna með svipuðum hætti. Þau gengið ótrúlega vel og börnin eru ótrúlega þjálfuð í þessu og foreldrarnir farin að treysta kerfinu, þannig að þetta hefur gengið feikilega vel. Aðeins varðandi Safamýrina, við höfum farið inn að þetta þarf að vera hnökralaust þjónusta í Safamýrinni. Það besta fyrir hverfið. Fólkinu má ekki líða þannig að þarna kemur félag sem búin að koma sér mjög vel fyrir í okkar núverandi hverfi og að koma inn í þetta nýja hverfi. Nei, við ætlum að vera einlæg og við ætlum að vera algjörlega alla leið í að sinna og setja algjörlega sömu lausnirnar upp fyrir Safamýrahverfið eins og við erum að gera í okkar núverandi hverfi. Við höfum unnið með íbúasamtökunum, við höfum unnið að sameiginlegum hagsmunum allra aðila og við höfum passað að þetta verði aukin þjónusta og aukin breidd fyrir hverfið. Þegar stigið inn í knattspyrnu og handbolta eins og sagði, yngstuflokkana og karate-deildin okkar sem dæmi algjörlega komið niður í Safamýri, sem mikið breytt. Það ekkert öll börn í boltaíþróttum eða finna sig í því. Þannig að íþróttagreinar eins og karate hafa mjög skýran tilgang og hafa mikið hlutverk. Eins og segi, frábær skilningu fram með reglum fundum við íbúasamtökin með Reykjavíkurborg og langar að nota tækifæri og þakka Reykjavíkurborg fyrir frábæran stuðning við Safamýraverkefnið. Það hefur líka verið einlægur stuðning frá borginni við verkefnið allt og svo einnig með hagsmunaaðilum og foreldrafélögum og ýmsar kynningar verið haldnar. Aðeins varðandi nýja hverfið sem að verði formlega að þessu glæsilega hverfi eftir ár, haustið 2022 og jafnvel kannski eitthvað fyrr ef að framkvæmdi ganga vel hjá fram. Þið sjáum að hversu sterk samfella í þessu hverfi. Og við sjáum líka, við höfum átt fundi með Breiðabliki sem að sinnir gríðarlega stóru svæði í Kópavogi að sama skapi. Hvernig getum við lært af þeim að finna bestu lógistíkina í þessu hverfi til þess að nýta punktan sem best sem eru Víkin og Safamýrin og skólarnir í kring. Svo aðeins að lokum varðandi Safamýrin 2022. Þar verður handknattleikur, keppnisvöllur félagsins í handknattleik verður inn í Safamýri.
Knattspyrna aðalkeppnisvelli félagsins verður í Víkinni á núverandi svæði, karate fer þangað uppi til alfarið, almenns íþróttadeildin verður mjög aktíðar, borðtennis í jafnvel fer þangað inn úr Laugardalnum. Okkur langar að fara inn og taka áfram og við höfum verið að segja við borgina og okkur langar að fá aukna þjónustun í Víkina, það er sama nálgun í varandi Samvinnina, okkur langar að búa til hverfismiðstöð, okkur langar að fólki finni eins og Víkin og þá saman í framhaldinu til húsið okkar allra. Allir velkomnir, þetta er húsið okkar allra og þarna fyrir gríðarlega, ef við tökum hans Víkina, það er gríðarlega straumur sem fer fram, ekki bara þeir sem nota þjónustu Víkings, börn og unglingar og fullorðnir sem í hjóladeildum okkar og hlaupadeildum, heldur þetta orðið bara ákveðin brú á milli stórkostlegra útivistarsvæði í borginni sem Elliðaárdalurinn og Öskjuhlíðin. Umferðin þarna að aukast alveg gríðarlega mikið í gegnum Fossvogsdalinn. Og ég var hann ekki kallað konungur, hvað kallaði það? Konungur? Það er bara kongurinn? Það er bara þannig. Það er ekkert flókið. Ég tek alveg undir það. Við erum ótrúlega, þetta er ótrúlegt svæði. Þarna hefur maður alist upp og á frábæra tengingu. Algjörlega sammála því. Við erum að reka íþróttaskóla, við erum í miklu samstarfi í leikskóla í hverfinu líka í dag. Við ætlum að gera nákvæmlega sama í Samvinnu. Tengja við leikskólana, leikskólaverkefni þar sem minnstu börnin fá að koma í hreyfingu inn í mannvirkin okkar og íþróttaskólarnir sem eru þá í Réttu hér og Álftamýrarskóla eru rauninni uppseldir leið og þeir eru settir fram. Álftamýrarskóli er orðið nákvæmlega af sama styrk og skóli hér í Réttu. Íþróttaskóli Víkings er í Réttarskóla og Álftamýrarskóla og þeir seljast upp bara nánast og þeir koma inn í sölu. Frístundi félagsmiðstöð vinna með borginni, Reykjavíkurborgin, aukin þjónusta, kannski fyrir við körfubolta, ég veit það ekki, það væri bara rosalega flott skref held ég og það er mikil óskum slíkt, þannig að við þurfum að skoða það mjög vandlega og við förum með hluta skrifstofustöðu félagsins úr Víkinni yfir í Samvinnuna, aðstöðu deilda og aðstöðu þjálfara. Þannig að við erum bara ótrúlega spennt, hlökkum til að fá að taka þetta skref eftir ár, en fyrst og fremst langar mig að segja það að Víkingur er til staðar fyrir sitt hverfi, kjölfesta í hverfinu, við viljum vera þar og við erum alltaf tilbúin í viðtal og samtal og annað slíkt hvað við getum gert betur en við viljum vera hluti af þessu samfélagi á mjög sterkan máta og síðan minn ég á leikinn á laugardaginn aftur. Tvöfaldir. Takk. Ég var einmitt að kaupa miða á leikinn. Hafði ekki fattað að gera það. Því miður þá getum við ekki sýnt vídeóið, það er bara teknilegur örðuleikar og allt það. Hins vegar þá verður það aðgengilegt á Facebook síðu Reykjavíkurborgar og ég hvet ykkur öll til að sjá vídeóið hennar Bryndísar. Hún er alveg ótrúlega skemmtileg manneskja. Það er grein sem er alveg bara ásakið í sletti, bara algjörlega legendary sem heitir Skeifan, allavega ef við googlið Skeifan og Bryndís, hún er í Kjarnanum. Þetta er svona grein sem fann maður til að sjá einhvern veginn Skeifunum allt öðrum augum og ég einhvern veginn svona eiginlega er stundum hálf flissandi í fenni í Skeifu. Þetta er svona svæði sem maður elskar að hata, það hatar að elska eftir að hafa lesið greinina Bryndísar. Þannig að því miður getum við ekki spilað vídeóið en endilega kíkið á það á Facebook síðu Reykjavíkurborgar. En núna er komið að fyrirspurnum úr sal en það hafa líka komið spurningar sem voru aðsendar fyrir fundin og það voru nokkra sem voru svolítið svipar. Við ætlum að byrja á einni spurningu sem eru dregnar saman frá nokkrum og borgarstjóri ætlar að svara, er það ekki? Og svo tökum við spurningar úr sal og ég hugsa að nú á ég vona því að séu margir sem vilji spurja og það er tiltölulega margir í salnum, þannig ég hugsa að við byrjum svona aftast og færum okkur fram. Ég ætla að taka það fram núna og svo aftur og eftir. Vinsamlega byrjið bara eina spurningu fram í einu
og reynið að vera ekki með svona kannski eitthvað sérstakt ávarp, heldur þá fyrst og fremst bara spurninguna og líka kynnið ykkur þegar þið komið með spurninguna, spyrjið hana fram og Þorvarður með mikrofón og ég verð að biðja ykkur að fara til hans til þess að bera spurningun upp. En allavega nokkrir íbúar með spurningatengdar öryggi íbúar vegna innbrota á gripdeilda í hverfinu. Spurningarnar snéru að því hvort eitthvað væri til fyrirstöð að setja upp öryggismyndavélar á völdum stöðum eða bæta lýsingu og hvort til væri heildstæð árform úrbætur og hvort borgin gæti komið til hjálpar þegar fólk lendir í vandræðum vegna fíkniefna og ofbeldis. Þannig yfir til þín, gjör svo vel. Já, takk fyrir. Við vitum af þessu og höfum heyrt nýlega fréttum af málum inn í Blesugróf og að því að ég sá það voru komnar hérna einar 3 spurningar að þá var ég í sambandi við Höllu lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu í dag sem að sagði að þau væru mjög vel meðvituð þetta. Þetta væri í vinnslu en hún gæti ekki sagt mikið meira á þessu stigi en það væri verið að rannsaka og vinna í málinu. Ég hef heyrt það bæði á fundum mínum með íbúaráðinu fyrir kvöld og með foreldrafélögunum að það hefur verið nokkuð það að það hefur verið innbrot eða svona verið að stela gaskútum, fara inn í bíla og svo framvegis. Það er spurt myndavélar og það er spurt lýsingu. Lýsing er sannarlega á dagskrá, það var eitt af þeim verkefni sem var kosið beinlínis í kosningunni í kvöld. Það var kannski svona meiri náttúrutengt lýsing ef ég þekki rétt í Fossvogsdalnum. En myndavélamálin eru í grunninn kannski lögreglumál, það er svona opinbera myndavélar og lögreglun á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki þá stefnu að setja upp eftirlitsmyndavélar í öllum hverfum. Það hefur frekar verið á svona fjölförnum götum, svona inn og út, en þetta hefur verið til umræðu og þetta er ekki alveg óumdeilt. Sumir telja þetta veiti falskt öryggi og lögreglan, þetta er mannaflsfrekt ef það raunverulega vakta þetta, þannig að þetta kemur kannski frekar til skoðana bara sem hluta rannsókn við allra alvarlegustu brotunum. Íbúar í götu taka sig saman og setja upp myndavélar, meiga þeir það, þurfa þeir að snúa sér til lögreglunnar eða borgarinnar? Allavega ef þú setur upp eftirlitsmyndavélar á þínu eigin heimili að þá er þér það frjálst og öryggisfyrirtækin getur þetta gefið leiðbeiningar varðandi það. Þegar þetta er komið út í almannarýmið og þá geta komið inn persónuverndarsjónarmið og það komið þannig sjónarmið upp í tengslu við svona umræðu í Grafavogi veit ég, en ég get bara ekki, ég er ekki nóg mikill sérfræðingur þessu til að svara einstakar götur eða bottlanga eða annað slíkt. Já. Ok. Heyrðu, en þá opnum við á fyrirspurnir úr sal og að því að okkur grunar að það séu töluvert margir sem hafa spurningar þá ætlum við að byrja svona aftast og biðja ykkur sem eru svona aftustu 2-3 röðunum að bera fram ykkar spurningar. Ég minni á að kynna sig og hafa bara eina spurningu til að sem flestir komist að. Þið getið þá frekar komið að aftur. Takk. Góð kvöldið, kæri íbúar og góður borgarstjórar og allir. Raj Bonifacius heiti ég og erindi frá tennisdeild hérna í Viking. Og erindi okkar svo að fyrst var, kannski best að þakka fyrir endurnýjun af tennisvellina fyrir 3 árum að því að þetta hefur gjörbreytt í rauninni tennisíþróttinni ekki bara hjá félaginu, ekki bara í Reykjavík, bara á Íslandi. Og í dag hýsu þessi vellir 90% af öllum tennismótum sem iðkað á Íslandi. Þannig takk alveg fyrir þessi stuðning og þessi endurnýjun og skilning fyrir það sem við stendur fyrir. Vegna þess að þetta bera sig mjög vel. Og að bæta í rauninni fjölbreytni inn í áhugamálum yngri og eldri fólk, sem í hverfinu. Og við séum gríðarlega mikið aukning bæði hjá almenningar og börnum sem vilja taka þessi íþrótt lengra.
spurning minn í rauninni þannig að inn á deiliskipulagi Reykjavíkur það teiknað 6 tennisvellir á samt flóðlýsing á þessu vellum og í dag 4 tennisvellir sem nefndi nýja því þeir voru rauninni gamla vellinar en þessi 2 vellir sem ekki þar í dag mjög eftirsóknarvert hjá okkur og í rauninni Tennissambann Íslands og allir vegna þess að þetta hefur gríðarlega mikið áhrif fyrir okkur þegar maður hýsa mótum og allir til að geta bjóð upp á betur þjónustur í tennis og í dag í Reykjavík bara 6 tennisvellir, 4 hér og 2 í Laugardalnum. Þannig þetta eins og segja mikið viðbót með núverandi ástand í dag og fyrir okkur í rauninni það mun hafa mikið áhrif á velgengni íþróttasins. Einn íþróttasérfræðingur á landinu bentum mig líka á að nefna það að mótahald sem við vorum með fyrir 2 árum fyrir COVID, það kom cirka 100 milljónir krónur í borginni með þessi ávinningar. Já, sorry, ég bara komið á en svo sagt ávinningar og mögulegt að koma þessi 2 verðum á stað sem á tekniborðið. Takk fyrir. Já, takk fyrir Ræ og takk fyrir þitt frábæra starfi þá tennis á Íslandi, þeir sem ekki þekkja. Já, ég held að það hafi verið góð ákvörðun að fara í þessa 4 velli sem áttu svona eiginlega bara víkja, þeir voru konur í vont ástand og við gerum ráð fyrir 2 í viðbót. Mér finnst bara eðlilegt að við skoðum þetta með Víkingi, við gerum ráð fyrir í vetur að klára einhvers konar samning til framtíðar varðandi svæðið og þá skoðum við þetta sennilega líka. Sennilega þá rétt að taka á þessu líka og svo eins og þú þekkir að þá í forgangsröðun í íþróttamálum til langstíma verið að hugsa tennishús niður í Laugardal en mína vonir þá eru bundnar við það að það nýtist þá öllum félagunum, fleiri félagum heldur en bara þeim sem eru með heimilisfesti þar. Takk fyrir þetta. Það eru 2 spurningar þarna aftast, svo færum við ykkur framar. Ég minni enn og aftur á að stytta mál ykkar og hafa helst bara eina spurningu. Já, þetta mjög stutt og ég þakka fyrir góðan fund. Ásgrímur Guðmundsson heiti ég og búinn að búa hérna í 70 ár í hverfinu og ánægð með það. En það sem var kynnt hér áðan voru fjölgun garða og svona samverusvæða. En mér finnst áður en farið út í það þá væri miklu ánægilegra að sjá hverfið vel snyrtt, það sem fyrir og þegar við erum búin að sjá það verða veruleika, þá aðeins að þenja það út. En þetta bara til að og svona séð gjarnan koma á framfæri. Já, takk fyrir Ásgrímur. Við höfum verið að standa okkur betur að mínum mati allavega og ég fæ góða kveðjur bæði varðandi blóm og gróður en líka varðandi svæðin. Eitt af því sem að ég þekki aðeins og viðlóðandi akkurat á þessu svæði að það stundum óljós mörk á milli þess sem eru lóðir og okkar svæði. Sumt hefur borgin verið að snyrta og klippa lengi, samkvæmt hefð og hefur svo hætt því vegna þess að til eru lóðum annað þannig að í sumum tilvikum þurfum við kannski að setjast yfir það með fólki á viðkomandi svæði hver gerir hvað. Fyrir utan það að við höfum verið að þróa suma þessa gróðurreiti sem voru kannski að meginstofni gras yfir í að vera kannski frekar með gróður sem þurfi ekki eins mikið að slá eins og bara tún vera að ræða heldur höfum þetta engi eða einhvern svona fallaðan gróður sem að viðhaldsléttari. Þannig að við tökum bara þessara ábendingu vel en ég verð enga síður að segja að mér finnst þessar hugmyndir sem settir eru fram hverfisgarða, kyrrðareiti og svona markvissari skilgreining á þessu. Mér finnst það bæði spennandi og ég held að það geti stutt við svona góðar áætlanir í hvernig við hirðum hvert svæði sig. Ég held það. Takk fyrir þetta. Það önnur spurning aftast, svo förum við hérna framar tökum þá miðjuna næst. Gjörðu svo vel. Takk, Baldur Pétursson heiti ég. Takk fyrir góðan fund og góð erindi. Og það gaman að heyra það að sé þarna hlusta á raddir úr hverfinu. Það svona þetta skipulega fundarins, hljómar það hins að pínlítið svona hollt að menn hérna í lokin fái örfáar mínútur til að segja sína rödd úr hverfinu þegar borgin búin að tala hérna í herbylinn 2 tíma
og svo annað, það mikið talað græn svæði. Mér finnst eins og fara ekki samanpínu til hljóð og mynd, vegna þess að svörin við þessum græn svæðum, það steypa. Það á að byggja hér heilt hverfi á við Breiðholt í Háaleitis og þessu hverfi hér. Mér bráð þegar ég las Vísir í dag og skoða þessa myndir. Þetta þvílíkt byggingamagn og það ég spyr borgin virkilega svona uppiskoppuð með land að það þarf að hlaða svona svakalega og það annað í þessu. Skipulagsmál og byggingamál eru þannig mál að það verður ekkert gert upp á nýtt. Ef það verða mistök og þess vegna þetta réttur íbúana að það sé fyllilega áðalhustað og það sé samráð við þá og það sé rödd úr hverfinu og ég skora á borgina að hafa annan fund eins og þennan, jável hér, innan nokkra daga, þar sem bara er verið að fjalla með þessi skipulagsmál og alltaf því sérstakar hugmyndir svakalega þéttingu byggða. Þetta eiginlega, hér ég segi skýjaborgir, en þetta svo stórt mál og svo mikil þétting að það líka spurning, það nærmast ekkert fjallað það hérna á þessu fundi í kvöld. Það mjög sérstakt. Samt þetta stæðsta máli hérna í hverfunni í áratugi. Þannig að ég spyr borgin virkilega svona uppiskoppuð með land, svo annað í þessu, algjörlega útilokað að fara út fyrir borgamúrana, út fyrir Elliðaárnar til þess að byggja. Hvað með Sundabraut? Hvað með mislæg gatnabót hérna Bústaðavegi? Suma af þessum stórum málum þau bara ganga ekki neitt og það alltaf tafir og sífelldar útisnur gamla sör. Takk fyrir þetta. Ég minna á að við höldum okkur líka við umræðu í hverfinu en ég ætla að biðja borgarstjórum að svara þessu. Já, takk fyrir. Mér finnst þetta bara mjög góða spurningar og þarna gefst færa á bara aðeins að ræða þó hverfisskipulag og af hverju við erum að gera hverfisskipulag yfir höfuð. Stundum sett samansemmerki milli það að græn svæði hverfi og að þetta byggð, en það í raun alls ekki raunin í reynd. Ég held reyndar að bara þessi tölvöld róttaka þétting í Efstaleiti sé ágætis dæmi það. Þar var vissulega grænt gras við hliðin á Rúf, en þar sást sjaldan köttur og kreiki, hvað þá manneskja, og þetta var í raun ekki í virkri notkun fyrir hverfið á eitthvað svona raunverulegan hátt. Eftir að þarna var byggt töluvert mikið, raunar yfir 300 íbúðir, þá eru komin vel skilgreind og formuð grænsvæði inn á milli húsana sem eru mikið notuð, góð leiksvæði og yndisreitir fyrir fólk og þannig að mér finnst bæði áhyggjurnar af Efstaleitinu og hvernig tókst til við útfærsluna svara þessu kannski að hluta. Þegar kemur að hverfisskipulagi og endurskipulagi einstakra hverfa þá einmitt spurningin ekki, eins og þú réttilega bendir á, það að borgin sé uppiskoppa með land, heldur eru hverfin okkar alltaf að þróast. Við búum á miklu færri fermetrum hver fjölskylda og hver eining í dag. Þegar ömmubróðir minn byggði Sogaveg 155 þá bjó hann þar með 11 börnum og foreldrum sínum og þegar mamma flutti í bæinn frá Siglufirði með systkinum sínum 5 og og afa þá fluttu þau inn á þau. Þannig að þar voru 18 til 20 manns í húsinu sem Pálmi frændi býr í núna með börnunum sínum 3. Svona var þetta mjög víða hér á þessu svæði, miklu fleira fólk, þannig að það voru fiskbúðir eins og fiskbúðin hans og mjólkubúðir og alls konar þjónusta í göngufæri, en núna þegar búið svona miklu færri á þessum fermetrum að þá eiga gömlu hverfiskjarnandir undir högg að sækja. Það sem við erum sem þetta að horfa á, hvernig getum við þéttbyggð án þess að ganga á lífsgæðin, hvernig getum við gert hverfiskipulag sem styður við lífsgæðin, endurnýjar hverfiskjarnana, eins og við höfum frábært dæmi reyndar á hérna niður í Hólmgarði, þróum svæði eins og Grímsbæ, það eru mjög áhugaverðar hugmyndir í kringum Grímsbæ torg og grænt svæði og svo framvegis í hverfiskipulaginu og
fáum þannig kannski nálgumst þann íbúafjölda sem var áður en ég held að sé nefnilega alveg kjarnin í þessu hjá þér, það er ekki út af landleysi, það er til þess að styðja við hverfin sem sjálfbara einingu, hafa sterkara bakland fyrir nærþjónustuna og hafa hverfin okkur þannig að maður þurfi helst ekkert að sækja af svona lífsnauðsynjum og það sé þá bara eitthvað alveg sérstakt sem að þarf að fara borgarmarkan á milli til þess að sækja. Þú spurði líka, er útilokað að dreifa breygð? Nei, það er sannarlega ekki útilokað. Við höfum reyndar gert það bara eiginlega samfellt í 50 ár og þá vitum við að við göngum mjög á náttúruna í útjaðrinum. Við vitum að dreifing byggðar er komin að vatnsverndarsvæðunum okkar og við vitum að ef við höldum áfram að dreifa byggðinni að þá erum við að búa til borg þar sem fólk þarf að vera með marga bíla í hverju heimili og tróða sér inn á sömu stopprautirnar og eru nú þegar orðnar yfir fullar. Þær eru þegar orðnar yfir fullar og svarið er ekki að bæta við fleiri bílum með því að vera með ný útkverfi utarlega, heldur að stytta vegalengdina milli heimilis og vinnu með því að þétta byggð þar sem það fer vel, þar sem það passar. Og hverfaskipulagið er að reynast frábært tæki til þess að eiga þetta samtal. Baldur spurði, er þetta síðasta samtalið og fundurinn það mál? Mér finnst tala lítið það. Ég bara skil hann mjög vel. Það er með þessuna sem við erum ekki að eiga fyrsta og síðasta samtalið hverfaskipulagið hér í kvöld. Við erum að hefja samtal á grundvelli vinningstillögunar. Ævar verður á 3 stöðum í hverfinu þar sem að við þorrum með safnaskipulega. Íbúaráð mun gera það líka. Við munum kalla eftir formlegum athugasemdum líka og vinna síðan úr þessu. Og markmiðið er alltaf betra hverfi, meiri lífsgæði, ekki fyrst og fremst að borgin sé upp og skápa með land. Við bara viljum hafa góð lífsgæða hverfi og til þess að hafa nauðsynlega þjónustu í hverfunum þá verður bakland að vera sterkt og þess vegna þurfa hverfin að vera eins þétt og hægt er án þess að ganga á lífsgæðin. Og þetta er balans og þetta þurfum að ræða. Takk fyrir þetta. Við erum ennþá höldum okkur þarna aftast í salnum, það hef ekki komið handauppréttingar hérna framar, en jú, ok, 2 hérna, þá var þið þar á eftir. Aftur, styttamál þitt, takk. Takk fyrir það. Þorgils Hlynur Þorbergsson, þakka fyrir góðan fund. Mér skilst að það hefði verið ráðgert að það yrðu byggð mislæg gatnamót við Bústaðaveginn eða þar sem Reykjanesbrautin mætist og þar með taka burt að minnsta kosti ein óþörf að mínu mati umferðarljós. Hvernig standa þau mál? Takk fyrir. Já, gerðu svo. Já, í stuttu máli er svari já. Það hefur verið á aðalskipulagi býsna lengi, eða var allavega, að vera með mislæg gatnamót þar sem Reykjanesbraut og Bústaðavegur mætist. Útfærsla vegagerðarinnar sem var lögð fram 2007 var hafnað af öllum flokkum í borgarstjórn og sagt að þyrfti að finna nýja lausn. Þetta var svolítið lagt til hliðar mörg ár en það var tekin upp þráðurinn aftur núna í samgöngusáttmálunum. Þannig að Vegagerðin og Reykjavíkurborg að skoða núna í sameiningu mögulega lausnir. Þá má ég segja að þegar umræðan stóð sem hæst og það er svolítið síðan eins og þið heyrið að þá upplifði fólk þetta eins og kannski 2 andstæða póla. Annars vegar þá sem að byggu sunnan og norðan við þessi gatnamót í Breiðholti eða voru að nota Sæbrautina til þess að fara á milli og fundu fyrir því að þetta var vaxandi tappi og þrýstu mjög á þarna greiðfærari gatnamót og síðan mjög stór hópur íbúa í Bústaðahverfi sem hafði áhyggjur af því að mislæg gatnamót myndi beina hraðri umferð sem ekki væri ábætandi eftir Bústaðaveginum. Það var hópur íbúa undir forystu íbúasamtaka sem sendu ályktanir sem eru allar til skjalaðar og hluti af gögnum þessa máls úr hverfinu og það hefur lengi verið þannig að einhverjar helstu áhyggjur fólks, sérstaklega barnafólks í þessu hverfi, eru þær
að það sé hættulegt fyrir börn að fara yfir Bústaðaveginn til æfingar niður í Vík eða tilbaka, og þetta voru meðal annars mjög áberandi raddir við undirbúning hverfaskipulagsins. Ég átta mig alveg á því að það eru einhverjir innan hverfisins sem styðja hugmyndinu mislæg gatnamót þarna, en borgin allavega á sínu tíma þótti þáverandi útfærsla ekki góð og þykir reyndar ekki enn, en það verið að vinna að betri lausnum í sameiningu, en þetta verður mjög vandleist, og eitt af því sem vandleist að finna útfærslu án þess að auka til muna hraða umferð í gegnum bústaðahverfið. Viltu að ég endurtaki hvaða hluta þessu? Þegar meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks var í borgarstjórn var tillögu mislæg gatnamót hafnað, og við sem vorum með minnihluta við studdum þá höfnun vegna þess að útfærslan var ekki góð. Núna verið að skoða hvort að þetta útfæra þetta betur, og áhyggjuefnin eru tvíþætt, annars vegar að gatnamótin anni ekki því sem þeim ætlað að anna, og hins vegar að mjög vondar hliðaverkanir af því að gera gatnamót þarna geta verið aukin umferð í gegnum bústaðahverfið. Takk fyrir þetta, Dagur. Kona hérna með grímu, gjörðu svo vel. Hæ, heyrðu í mér. Ég heiti Brynja. Ég að spá í þéttingu byggðar við Miklubrautina út frá Heiðargerði. Sem sagt það eru svona botlangar með 4 húsum þar öðru megin, og svo svona grænt svæði við Miklubrautina þar sem áformað að komi blokkir. Ég að velta fyrir mig hvort að það að veita umferðinni fyrir íbúa þessar blokkar innum botlanga hjá þessum 4 húsum sem standa þarna í nokkrum botlöngum, eða hvort það að veita umferðinni út frá Miklubrautinni. Ég hef bara áhyggjur sem móðir, bass og íbúi við einn af þessum botlöngum að komi mikil umferð fram hjá húsinu okkar og garðinum okkar. Takk. Já, takk fyrir Brynja. Góð spurning, og þú deilir í raun áhyggjum af umferð sem að mjög margir deila, ekki síst þeir sem eru með börn. Ég verð bara viðurkenna að ég get ekki svarað þér út frá hugmyndunum í hverfisskipulaginu, en við tökum niður spurninguna og skulum glöð koma til þín svarinu. En eins og ég segi, þetta eru hugmyndir, þeim ætlað að reyna að minnka áhrif umferðar á núverandi íbúabyggð, en það þarf að rýna mjög vel eftir sem hluta þessu verkefni áður en þetta yrði, og markmiðið alls ekki að staðan verði á einhvern hátt verri heldur hún í dag, heldur að hún verði betri. Takk fyrir þetta. Þá erum við komið spurningu hérna. Þú, já, gjörðu svo vel. Nú, ok. Já, ok. Sigurður Friðriksson heiti ég og íbúi í Blesugrófinni. Takk fyrir fróðlegan fund, hann reyndar orðin allt og langur, en ég ætlaði reyndar að spyrja spurningarna þarna mislægu gatnamótin þarna við Bústaðaveg og Breiðholtsbraut, og ég verð að segja fyrir mitt leyti, ég ferðast nú þarna daglega og býð þarna reyndar rétt hjá og sé bara út á gatnamótin, og ég fagna nú bara hverju árun sem líður án þess að þessi mislægu gatnamót komið þarna, því ég sé þessar hugmyndir, og þetta eru bara mjög viltir draumar sem að menn hafa haft þessi mislægu gatnamóti. Þetta var svo mikið spurningin, en mér langar aðeins svona það sem að kannski fellur ekki beint undir borgina, en þó eins og ég nefndi hérna, ég er sko í stjórn íbúasamtakana fyrir Blesugróf, og við erum orðin eiginlega gjörsamlega ráðalaus. Þú nefndir hérna áðan þessa innbrotaöldu sem að hefur nú ekki farið fram hjá neinum. Allt þetta meir og minna rakið í eitt hús í Blesugrófinni. Og það eru semst íbúarnir þarna, þeir eru reyndar líklega svona saklausir að miklum hluta að þessu, en það eru fylginettirnir sem eru þarna, því að þarna halda til harðsvírustu ofbeldis og bara afbrotamenn borgarinnar, þeir koma þarna, og maður sér þetta bara, þetta nefnilega út eldhúsgluggann hjá mér, og þetta náttúrulega engan veginn boðlegt að hafa þetta inn í miðju íbúðarhverfi þar sem að lögreglan kemur þarna 3-4 lögreglubílar, og þá ekki að segja einu sinni ári, heldur að meðaltali einu sinni 2 í mánuði, og þeir koma þarna, og meiri segja sko Víkingasveitin
og með kylfur og alvæpni þarna og fyrir stuttu þá hérna var eitthvað uppgjör þarna og maður bara horfði á þetta út gluggan og beið eftir því einhverjir drepin þarna og þetta inn í miðju íbúðu hverjum hábjartan dag, bara miðjan dag í miðri viku skilju og svona þetta bara búið að vera og þetta heldur áfram og í þessu já, ég ætlaði bara að spyrja hérna og svo voru menn fluttir á spítala meira sér sko eftir hérna og þetta allt þarna bara inn í miðju hverfinu eitthvað sem borgin getur gert til þess að hjálpa okkur því að lögreglan hún segist ekki geta gert nokkuð skapanut segir já þið verður bara að safna fingraförum það nú reyndar búið að taka mynd þarna af manni sem að braust þarna inn og ég veit ekki hvort að það ekki nóg en það eitthvað 30 uppdrafnum mál sem í gangi og það ekki takt að gera og þeir segja bara já þetta bara veikt fólk sem að vissulega en við getum ekki haldið áfram að vera svona meðvirk lengi en þetta sko spurningin getur borgin þá ég tala skipulagsyfirvöld eða heilbrigðisyfirvöld því að lögreglumaður sem ég talaði þarna við sagðist alveg geta fullvissað var alveg fullviss það að þetta hús það væri ekki íbúðarhæft þetta stæðist ekki neina heilbrigðiskröfur spurningin hvort að borgin geti komið þarna inn í annarkvort með í hérna skipulagsdeildin eða heilbrigðiseftirlit eða hvað þetta heitir allt saman og svona aðeins komið því að við erum orðin gjörsamlega ráðalaus við funduðum þetta daginn bara allt hverfið, stór og mikill fundur og bara fólk var einhvern veginn vonlaust það sagði bara það engin sem getur hjálpað okkur Takk fyrir þetta, ég held að spurningin sé komið fram Já, takk fyrir Sigur og bara deila þessu með okkur ég held við getum öll sett okkur í ykkar spor og eins og lýsir þessu þá þetta klálega lögreglumál og ég gæti ekki betur skilið lögreglustjóra þannig en það væri verið að vinna í því það sem borgina snertir væri þá einhver hluti af einhverju seinni eftirfylgni myndi ég halda en í grunninn ofbeldi, innbrot og það sem þú ert að lýsa lögreglumál og lögreglan þarf auðvitað að taka á því en nú þekki ég auðvitað ekki alla málavexti og bara hérna en ég mun bara fylgja mínu samtali í dag eftir við Höllu, við hittumst reglulega og förum yfir hlutina en lögreglan auðvitað ekki útbær beinleiðis á upplýsingar þannig ég get svo sem ekki tjá mig neitt meira heldur en varandi skilabóti fundarins nema það sem að ég fór yfir áðan að þau væri meðvituð þetta og væri að vinna í málinu því miður Takk fyrir þetta Gjörðu svo vel, þú ert með orðið næst Takk, góða kvöldi ég heiti Kristján Hallbjörnsson og takk fyrir góðan fund gaglegan ég búið í Hvassaleitinni hérna 21 ár og ég var að tala við í dag núna nokkra nábúa mína sem að við allir verið þarna í 15-21 ár það var enginn heyrt af þessu samráði sem var skipulagsmálin og þá langar mér til að frétta svo hvar og hvernig þetta gert og hvernig getur komið okkar á framfæri og mér finnst það mjög einkennilegt að hérna hvernig þú veist þetta svona skauta framhjá að það sem við sjáum á myndunum hérna það talað við börn og hérna svo að grípa okkur út í hérna verslunarmiðstöðum og svoleiðis möguleiki að hafa einhverja til þess valkosti þannig að við getum verið með íbúakostingar svipa og verið með til þess hverfatillögurnar talandi hverfatillögurnar þá settum við fram tillögu hérna í Hvassaleitunni í annað skipti og það hérna það sem veit upp að hérna Hálendisbraut þar sem grænt svæði og þar var tillaga að gera svona útivistarsvæði þar sem við erum með íþróttæki og slíkt hún lenti í kosningu en svo kemur fram í þessum tillögum sem ég sé núna að hérna það gert ráð fyrir að byggja svona eins og einn orðaða að steypa yfir allt settið og hérna mér finnst ekki alveg fara saman hljóð og mynd þarna þannig að ég hérna reyna að átta mig hvað ætla menn að fara í þá ef þessi tillaga verður ofan á að gera framkvæma hana og svo að verða þetta byggingareitur og svo eina lokum hvað menn að sjá fram á tímaramman í þessu segjum bara að þegar að þetta fer af stað hvað gerist þetta á einhverjum ákveðnum tíma og
hvað hefur verktaki langan framkvæmdatíma, því að þetta er náttúrulega gríðalt rask fyrir íbúa ef þetta verður ofan á að fara í bygginguna, hafa þeir einhvern skilyrði framkvæmdatíma. Ég ætla að benda á hérna það sem ég var búin að segja áður, að það er hægt að senda ábendingar á netfangi skipulag@reykjavik.is og það er hægt að hitta í Austurveri og ræða þessar tillögur úr hverfisskipulaginu eins og hafði komið fram, þannig að það er hægt að bregðast við og koma með sínar hugmyndir en hérna samráðið var fyrir nokkrum árum og svo fjall allt niður í COVID í alveg 1,5 ár, þannig að það var hérna alveg víðtækt samráð. En ég ætla að biðja þig að klára. Já, takk fyrir. Ég held að vegna þess hvaða leið langur tími, þá verðum við að gefa okkur svolítið tíma í þetta og þess vegna í raun erum við ekki bara að henda þessu í auglýsingu eins og deiliskipulag að ræða og kalla bara eftir viðbröðum við einhverja tiltekna tillögu. Heldur förum út með það sem við köllum vinnslutillögu sem er núna í samtal og samráð og fáum athugasemdir við það áður en við fullmótum tillögun og förum með hann í auglýsingu. Þetta ferli mun taka okkur einhverja mánuði með við það hvað við gáum okkur góðan tíma í Árbæ og Breiðholti. Við höfum, að þú nefndir börnin sérstaklega, það sem krakkarnir gera með okkur er að gera módel af hverfinu sínu sem við höfum síðan nota fyrir samtalsfundi með þá fullorðnu fólki og ýmsum, þannig að fólk geti svona þetta er bara reynst gott tæki til samtals og að sömuleyti svona viðbót við fundi eins og þennan eða að senda tölvupósta eða einhverja svona athugasemdir og það er ekki þannig að daginn sem að hverfisskipulag er samþykkt þá fá einhver verktaki bingarheimildir og byrja bara að framkvæma. Þetta er langtíma sýn, þetta kemur í staðinn fyrir deiliskipulagsáætlanir og það þarf þú veist að útluta lóðum eða í mjög mörgum tilvikum eins og hér var rakið, það er húseigandir sjálfur ákvað, ég vil gera breytingar. Það er enginn að fara að þrýsta á hann með það eða kalla eftir því. Einstakir þéttingareitir geta verið þá á borgarlandi, þannig að það er þá í höndum borgarinnar, en ástæðan fyrir því að við förum út með vinnslutillöguna er að við viljum fá viðbrögð og ábendingar eins og þá hér eru það að tala í þessu samráði að veri leiktæki og garður, svo er hér einhverju ráðgjafar að setja fram að megi byggja, hvort viljum við? Við viljum endilega fá innlegg í það til þess að við getum náðeins breiðri sátt þetta og hægt er. Það var bara töluverð umræða til dæmis hverfisskipulagi í Breiðholti en á endanum komu einhverjar að því við skiptum þessu nokkra hverfisluta 1-2 athugasemdir við hvern hverfisluta þó að hafi mætt kannski 100 manns í göngurnar þar sem að vera að kynna þetta á forstíðinu. Þannig við erum að reyna að gera þetta vel og erum að reyna að lenda þessu þannig að sé í sem allra bestri sátt. Það er klárlega markmiðið. Það sé svona samfélagssáttmáli viðkomandi hverfi. Já. Já, ég skil, já. Það getur örugglega verið svolítið mismunandi eftir því hvað framkvæmd er að ræða. En svona dæmigert hús að það er algengur framkvæmdi með 2,5 ár. Já, við gerum það, bæði er skilyrði að þú þurfir að fara af stað eða þú fær lóð útlutað og við setjum ákveðin tímaramma, hins vegar ef við fáum hrun, við erum nú með tiltölulega nýlega reynsla því að þá höfum við þurft að gefa slaka á því, bara svona einhverja svona utanakomandi aðstæður og þegar maður fer í gegnum það í huganum, ég meina það er hús upp í Árbæ þar sem ég ólst upp sem hefur eiginlega aldrei verið klárað, skilurðu, og borgin er svolítið einhvern veginn það skortir svolítið tæki ef einhver bara sinnir því bara ekki neitt að klára húsið sitt en almennt ef svona einhverja verktakar að ræða sem er einhvern bank á bakinu, einhver sem hefur lánað þeim, að þá eru svo ríkir hagsmunir að því að klára það er lang oftast gert. Vil ég gefa orðið yfir til þín, hvítuskiptunni, gjör það svo vel. Já, ég var búin að gefa honum orðið og svo komið þig.
Já, þið voru næstar á eftir, það skiptir ekki alveg öllu máli, þið komist líka að, en hann var búinn að veifa á undan, en það skiptir, við skulum, takið þið bara og hann kemur þá næst. Já, en hann vinkaði á undan, það var nú bara þannig, en gjörðu svo vel. Byrjun, heyrðu, takk fyrir það, hérna þessa bombu byrjun. Ég hugsa reyndar að eina aðtöðandi fyrst, ég hugsa að þessi bústaðavegar umferð myndi léttast mjög mikið ef að það væri mislæg gatnamót á stóru stofnbrautin okkar gegnum Miklubrautina. Þannig ég held að það ætti nú bara hreinlega að fara svolítið í forgang. Það er annar mál, en ég hef miklar áhyggjur af byggingarstefnu borgarinnar. Það eru sem sagt, ég er mjög mishrifin af því hvar er verið að pota niður húsum, það er verið að nota skóhorn á hinum og þessum stöðum. En ég hef ekki síður áhyggjur af byggingastílnum. Þetta eru sem sagt lekakupahús í alls konar útfærslum með flötum þökum sem hefur nú ekki sýnt sig að vera mjög ábótavant á Íslandi, en ég vona nú að byggingastílinn sé nú betri. En þetta eru of há hús miðað við nágranna náttúru. Við búum við 67. breiddargráðu norður og það eru langir skuggar. Og í þessum skjölum sem ég hef verið að lesa varðandi einmitt nákvæmlega þessi kynningaplögg frá borginni, það sem er verið að kynna furugerðisframkvæmdina, allt sem ég hef lesið hingað til gegnum aðrar framkvæmdir, ég hef verið að kynna mér þetta. Þá er alltaf tekið fram skuggavarp á sumarsólstöðum og jafndægurum á vori. Það er aldrei tekið fram á vetrarsólstöðum. Og meira segja það þegar komið jafndægur á vori lýsinguna, þá er það strax orðið tæft með við það sem að telst vera jákvætt fyrir lýðheilsu. Þannig að mig langar að spyrja, er ekki virkilega talað við lýðheilsu sérfræðinga, borgarskipulagssérfræðinga sem að líka þá meta bæða við annað, getur hverfis með við flæði, þjónustu, leik og grunnskóla, umferðarflæði inn og út, vindstrengi sem er nú bara orðin rosalegt vandamál í þessum nýju hverfum sem staðar og bara fyrst og fremst þessi sól, við erum ekki með nógu mikið sólskinn þetta fyrir og við viljum alls ekki fá ykkur að þéttingu byggðar þar sem þetta verður vandamál og ég segi þvert nei við meiri byggingum meðfram bústaði. Takk. Já, takk fyrir. Mér finnst þetta sjálfum gríðarlega spennandi umræða og þó að og byggingastíl eru þetta alveg bara sér umræða. Það er oftast í höndum þeirra sem að byggja og hanna frekar en borgarina þó við leggjum ákveðna meginlínur. En við skilgrunum sannarlega hvað hús með að vera há og með við hvað aðstæður og eigum auðvitað bæði langa og fallega hefði þessu sem á rekja alveg 100 ár aftur í tíman þegar Guðmundur Hannesson læknir lagði línur varðandi ljós og loft og ljós og skrifaði bókina skipulag bæja sem var send út allt land og fyrir vikið erum við kannski sú þjóð sem að hvað passasömmust að gera skuggavarp af eiginlega hverja einustu byggingu sem er grenndarkynnt eða deiliskipulögð á Íslandi. Þetta er almennt ekki gert en ástæðan er nákvæmlega svo nefnir, hnattstaðan, að við fáum langa skugga. Áherslan á svona bjartari tíma ársins er vegna þess að yfir veturinn þá er sólinn það lágt að það er eiginlega skuggi af öllu og við vitum það bara. Og það skiptir nánast ekki máli suma tíma ársins hvort að bygging sé 1 eða 10 hæðir, það er bara skuggi eiginlega af öllu því að sólin er bara beint á. En markmiðið er að skapa í tengslum við uppbygginguna dvalasvæði sem að eru með nægilegri birtu og þetta er bara mikilvæg þáttur í góðu skipulagi, ekki bara á einu stað, þetta er allstaðar og bara að þú nefnir bústaðaveginn að þá auðvitað þarf að passa upp á þetta þar en það sem til viðbótar er kannski hugsunin og það tengir sannarlega lýðheilsu og líðan að það er líka mikla rannsóknir sem segja okkur að hávaði og í borgarumhverfi er mjög mikið af hávaðanum frá umferð. Hann skiptir mjög miklu máli og þá getum við notað hljóðmannir eins og við notuðum í Rauðagerði eða rétt hönnuð hús til þess að skerma af hljóð frá afgangi hverfisins eða svæðisins og þetta getur líka átt við mengun og hraði skiptir þarna gríðarlega miklu máli. Hávaði eykst alveg gríðarlega með hraða og mengun eykst líka gríðarlega með hraða. Þannig og svo er þetta vogaskálar á endanum sem þarf að meta og
þess vegna vona ég bara að við tökum þessu umræðu með opnum huga en ég býst ekki við því að nokkur róttæk hugmynd eins og það að leysa ýmis mál með að byggja upp að bústaðavegi falli öllum í geð, en við eigum þó bara að ræða það með rökum og hæðir húsa skipta þar sannarlega máli og hvernig þau eru útfærð. Ég heiti Ingveldur og ég bý í Espgerði 16 og hún með mér hérna í Espgerði 14, alveg á horninu þar sem verið að byggja hérna nýju ráðsinn, og við erum bara nýbúin að fá sér teikningu af hvernig þetta átti að vera útfært og höfum sendt athugasemdina á borgina og ekki fengið svar, þannig að við vildum endilega koma hingað til þess að þetta gerist mjög hratt þarna í uppbyggingin, og hérna það er þrennt sem við myndum vilja koma með athugasemdir það er göngustígur á milli húsana, það koma rampur með hliðin á tröppum, þetta er göngustígur hérna sem fyrir niður í Fossásdalinn, hvort það sé nógu breiður til þess að komast með vagna og svoleiðis. Svo er annað hvort það verði fallvörn við nýjan veg sem verður hérna lagður niður á okkar bílastæði, ég veit, þú veist kannski ekki alveg, en náða niður á hornið, að það er borgarland ekki, og þannig að verktakinn er ekki að fara að gera girðingu þar, skilur við. Hver er það sem að veit þetta og verður passað að, þú veist, okkar lóð er ekki bara eitthvað þráðbeint niður á okkur veg, skilur. Og þriðja var, er þetta ekki bara komið? Aðalspurningin er rauninni, verður haft samráð við okkur íbúana og helst bara, þú veist, í gær. Við erum bara svolítið þar. Já, takk fyrir. Mér finnst á einhvern hátt magnað ef ég geti svarað þessu bara á staðnum, hérna, í þessum smáatriðum. Ég get það ekki, ég ætla bara að segja það strax, en það sem ég get er að tryggja þið fái svör. Þú sést búin að senda inn þessar spurningar, já, skipulega, og þú ert að standa þig vel sem formaður húsfélagsins. Nei, hann komst ekki. Þú ert að standa þig mjög vel sem staðgengil formanns húsfélagsins og ég skal reyna að standa mig vel sem formaður míns húsfélags og tryggja þið fáið svör við þessum nokkur nákvæmum spurningum nákvæmlega þetta sem lítur á SB-gerðinu. Já. Ok. Góða punktur og Ævar er hér og við munum þetta saman. Búið er í hverfinu sen ég var 5 ára gamall, fyrst með mamma og pappa og núna í Melgerðinu með konu og börnum. Ég hef miklar áhyggjur af þessu byggingamagni og þessari þéttingu byggðar. Eins og kom hér fram hjá fundarstjóra þá vill maður helst búa hér að eilífu. En það er einmitt út af því hér er lágreist byggð. Hér er víðátta, hér eru svæði fyrir börnin. Ég sá hjá eftir því sem tillögum að það er verið að tala hérna eitthvað að fjölga svæðum og leiksvæðum og það er búið að vera að gera hérna leikvöllin í Hlíðagerði með ágætis hætti til þess eins að gera þetta þéttingareit og að hella einhverju steypu þarna. Þannig að ég er ekki alveg að sjá einmitt eins og margir hérna hvernig þetta fer allt saman og ég hef bara miklar áhyggjur af þessu. Þetta hverfi er mjög gott vegna þess að það er fjölskylduvænt og ég vil ekkert búa hérna í einhverjum skýjakljúfum. Ég bjó í Þýskalandi í 3 ár, það sem kemur steypa, þar koma bílar líka, það verður að hafa áhyggjur hérna af umferð. Það er ekkert verið að hugsa út í það er að fjölga hérna íbúum en það er ekkert verið að laga vegakerfið. Ég get ekkert verið að taka einhverja borgarlínu hinga og þanga með börnunum mínum og konunni, það bara gengur aldrei upp. En ég hef áhyggjur af þessu og ég þakka fyrir þennan fund að geta tjáð mig þetta og ég þakka þeim sem hafa talað hérna. Það var nú eiginlega skemmtilegasti hlutin hérna að hlusta bara á íbúana hérna og þá má endilega gefa þeim meiri tíma. En spurningin... Já, takk fyrir þetta Viðar. Já, ok. Það er alveg réttið að þú getur ekki ferðast með konuðin í borgarlínu en eftir nokkur ár. Nei, ég held að sko, ég skil áhyggjur þínar og ég held að okkur gengur ekki annað til en að standa vörð hverfin okkar sem fjölskylduvæn hverfi og það er bara og þessi lífsgæða áhersla, þessi lýðheilsu áhersla, þetta er bara rauður þráður í gegnum þetta og höfuðborgarsvæðið er mjög vaxandi, við erum að búast við að fjölga 70.000 til 2040 og galdurinn felst í því að koma fólki fyrir, hámarka lífsgæðin, lágmarka
umferðarmyndunina, því að ef að við höldum áfram að dreifa okkur að þá eykst umferðin allt svæðið og þetta erum við búin að stilla upp í svona valkostagreiningu og nota umferðarmódel til að reikna og það er nákvæmlega út frá þessum gildum sem þú ert að tala að þetta sé fjölskylduvænt, að það sé stutt út á næsta leiksvæði, að það sé stutt út á næsta grænasvæði og okkur líði vel og æfina út, þú veist, fyrir öll aldurskeið. Ansi langur fundur hjá okkur, við erum búin að fara yfir, þetta er gríðarlega mikið efni, bara háleitt og bústæði frá A til Ö, búin að snerta á ótrúlega mörgum flötum, bæði kynningum og spurningum. Við ætlum að taka eina spurningi viðbót, klukkan er 10:11 og ég held að við segjum... Má ég samt nefna bara að því að ég veit að það kom einhverjar fleiri skriflegar spurningar. Já. Að ég ætla að muna nefna að við munum svara þeim öllum og koma þeim fyrir kannski á vefsíðunum með fundunum eða eitthvað slíkt, þannig að það er ekki eins og við séum að gleyma þeim. Nei, og ég minni líka tilvist aftur og tilvist íbúðaráðsins. Við tökum við erindum, við fjöllum þau, við komum í farveg og það er líka bara mikilvægur kanal fyrir ykkur og talandi samráð við íbúa og ykkar raddir og okkar raddir, ég er líka íbúi í hverfinu, þannig að það eru ýmsa leiðir, pluss þetta netfang sem ég bent á skipulag@reykjavik.is út af hverfiskipulaginu. En við ætlum að taka eina, það er maður í ljósbráðarskipti, ég ætla að leyfa honum að taka þar sem að hann hefði ekki komið spurningu áður og þetta verður þá síðasta spurning kvöldsins og eftir svar borgarstjóra að þá held ég að við sláum botnin í þennan fund. Takk fyrir. Stutt orður. En þetta var að þjónustukjarna. Það var að tala áðan dvínandi þjónustukjarna. Ég held að hluti af ástæðinu sé að í þessu póstnúmeri er annarsamasti þjónustukjarni landsins, Skeifan. Og sem náttúrulega hefur þróast eins og vilt af vestrið og eftir því sem íbúum bara í borgin fjölgar að þá fjölgar bílunum í Skeifunni. Því borginni kynntu mjög flotta áætlun fyrir nokkrum árum organíska þróun Skeifunnar. Hvernig sjáu þið hana fyrir ykkur áfram? Frábær spurning. Elsku Skeifan. Já, það fluttir Ástar Hattus óður til Skeifunnar áðan. Skeifan er ótrúlegt tækifæri, ég er alveg sammálaður þar, en hún er líka frábær verslunarstaður sem að eiginlega var það svolítið sjálfsbrottið. Ég veit ekki hvort fólk þekki almennt en þarna var borgin í svona 7. áratugnum með framtíða sínum iðngarða og það var sérstök stjórn, það var svona lítið nefnd sem átti að velja fyrirtækin inn og það voru nokkur iðnfyrirtæki sem komaði þarna inn en svo misti einhvern veginn borgin stjórn á þessu hluta til vegna þess að það var meiri þrýstingur á atvinnúsnaði fyrir verslun en hluta til vegna þess að það bara virkaði svolítið vel að versla. Þetta er svolítið aðgengilegt og misvæðis en þess var ekki gætt í raun að endurhugsa og endurskipuleggja svæðið sem þá verslunarsvæðið þannig að þarna rekst margt á annað horn. Það sem þú varst að vísa til var að fyrir nokkrum árum gerðum við rammaskipulag fyrir svæðið og samþykktum það hefur ekki gildi sem deiliskipulag. Það má ekki sem bara fara af stað og byggja eftir því, heldur geta þeir, að því að við eigum enga lóðir þarna, þetta eru bara í eigu og einkaaðila, þeir geta lagt inn tillögur að deiliskipulagi, ef það gengur upp í rammaskipulaginu, þá segjum við bara flott og ætlum þannig yfir tíma að vonandi þróa svæðið í betri átt. Það eru tveir svona lykilreitir sem eru áhugaverðir núna, annars vegar Grensásvegur 1, þar sem að var rafmagnsveitan eða í raun hluti af sem seinni var orkuveitan og síðan Mannvit. Þar voru mikil áform að gera hótel sem hætt var við og er að byggjast yfir 100 íbúðir, býsna hratt. Og við erum búin að semja líka að í raun bensínstöðin sem er aðeins utan Skeifuna, þar getur komið eitthvað nýtt og það er áhugi hjá aðilum sem eiga lóðir þar sem verða borgarlínustöðvar að umbreyta þar og þannig að mín spá er svo í kringum borgarlínustöðvarnar verði svona mestur áhugi á að umbreyta
og þar muni hlutirnir gefa svolítið tónin. Reitir sem stærsta fasteignaþróunarfélag eða fasteignafélag landsins kynnti á fundi hjá okkur daginn hugmyndir þar sem að núna Metro sem var svona bland af atvinnuhúsnæði og íbúðum og þannig ég held þetta sé að koma en það eru nokkur ár liðan sem við kynntum rammaskipulagið á þess að mikið hafi gerst, þannig að spurning þín á algjörlega rétt á sér og það, þú veist, gatnakerfi heldur mann alveg vakandi þegar maður að reyna að fara þarna sko. En svo svo skrítið, ég átti einu svona mjög eftirminnilegan fund með forstjóra ÁTVR, ég ætla ekki að lengja fundi mikið til þess að kvarta við því að væri ekki ríki í Grafarvoginum, þannig að Grafarvogsbúar þetta kæra mig langt og það gekk, það ríkið núna, en forstjórinn sagði mér þá merkilegu fréttir að ótrúlega satt þó að kannski svona minnst aðlaðandi verslun ÁTVR væri í Skeifinu, væri það iðulega söluhæsta búðin bara á landinu, þannig að eitthvað að virka þarna. Ég held þess ekki bara þessi ágæti pulsuvagn sko. En að endingu vildi ég ekki bara fara að þakka fyrir þennan fund og þá sem hafa haldið út allan tíman og ég veit að þú sagðir ég skal vera stuttorður. Ég ekki beinlínis búin að vera stuttorður en ég var með 108 glærur, þær fara á netið. Ég vil líka þakka öllum sem að ég fengið að tala við í vikunni. Foreldrafélögin, kannski sérstaklega foreldrana í Fossvogsskóla. Það var eins og við segjum pólitíkusar hreinskiptin fundur en ég vona að við ætlum bara að hafa metnað til þess að gera vel í þessum verkefnum sem framöndan eru og stöndum saman það að búa til þróa bara áfram frábæran borgarhluta og frábæra borg. Þetta þetta frábær borgarhluti og ég heyri alveg skilaboðin, fólk svona þegar við erum að kynna hverfiskipulag þó að sé margt gott í því, það svona á að fara að breyta einhverju sem við þykir vænt og við þurfum einhvern veginn að finna leiðina til þess að breyta því sem að skynsamlegt að breyta, haldi hitt sem að okkur kært og gera þannig góða hluti í þróun borgarinnar áfram saman og bara takk innilega fyrir í kvöld. Takk kærlega. Takk kærlega Dagur, ég bara þakka aftur fyrir fundin og slít honum hér með og minni á þær samskiptaleiðir sem ég nefndi á hann. Ég vissum að við hefðum getað verið hérna til miðnættis að spjalla saman en einhvern tímann verður að slá botnin í hlutina. Takk.